Já, komið sæl. Það sunnudagur og þá eru Synir Egils hér á Samstöðinni. Gesti mínir núna í þessu fyrri hluta þáttarins eru Helga Þórodóttir borgarfulltrúi, Sigmar Guðmundsson alþingismaður, Páll Baldvin Baldvinsson rithöfundur og eftirlaunamaður. Eftirlaunamaður, ellilífeyrisþegi. Já, en þú ert ekki að þykja neitt, þú átt þetta sko. Já. Já, maður verður hlis. Og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og borgarfulltrúi. Verið velkomin. Takk. Mig langar einhvern veginn að byrja fyrir vestan í Bandaríkjunum og hjá Trump og félögum. Þetta virðist alltaf verða gjörbreytt heimsmynd. Byrjum á þér, Stefán. Þú ert mikil áhugamæður hernað. Sérstaklega áhugamæður hernað og kem eiginlega ekkert öðruvísi í þetta sett heldur en til þess að ræða Trump. Þetta minnir á fyrra kjörtímabili þar sem að maður vaknaði alltaf við morgunfréttirnar og þá snerist allt um það hvað hafði Trump sett inn á Twitter þá nóttina. Og í rauninni er þetta náttúrulega þetta er náttúrulega dálítið magnað að við erum með Bandaríkjaforseta sem heldur nálega daglega blaðamannafundi og þetta það gátu liðið vikur á milli þess að forveri hans kæmi og talaði eða flytti ávarp eða eitthvað slíkt og svo bara skotið í allar áttir og við erum svona dálítið á tilfinningunni að það sé bara slett í vegginn og sé hvað tollir. Þannig að það þarf einhvern veginn, við erum í þeirri stöðu að forseti Bandaríkjanna kemur og er með einhverjar yfirlýsingar og við þurfum síðan alltaf einhvern veginn að byrja að hugsa að hvað miklu leyti eigum við að taka mark á þessu og hversu djúpt ristir þetta og svona eða þurfum við í raun og vera að hafa bara stórkostlegar áhyggjur og sprengjurnar fara að falla. Þannig að þetta eru maður var að gleyma þessu en þetta er mjög taugatrekkjandi og þetta verða taugatrekkjandi 4 ár. Já, er það ekki. Páll Baldvin. Já, maður náttúrulega gerir sér vonir um það að þessari taktík linni eftir því sem að andstaðan magnast upp og skipuleggur sig gegn þessari stjórn þannig fyrir vestan og bommerturnar fari náttúrulega að líta dagsins ljós og verði fleiri og málaferlin gegn á fylkisgrundvellinum verði það mörg að það fara út í eitthvað þóf en þetta er náttúrulega ískyggilegt ástand sérstaklega vegna þess að við erum náttúrulega undir barðinu á þessu ríki og höfum verið náttúrulega lengi 51 þá voru þeir komnir hérna inn á hefnina með 13 skip og flugvélarnar lentu bara daginn sem að meirihluti þingsins var eiginlega neyddur til að skrifa undir samninginn og þeir fóru bara þegar þeim sýndist. Þannig að þeirra hálfu þá hefur það algjörlega verið ljóst að við erum bara svona pínulítið skeri þeirra varnar kerfi. Og ef þeir eru svona ásagnir Grænland að þá náttúrulega fljótu við með. Og það sem að kemur mann eiginlega mest á óvart er það hvað allir eru bara steinhissa á því. Og algjörlega óviðbúnir. Við uppgöta það við höfum með bara 200 milljón landhelgi og við höfum ekki nokkur búnað til þess að fylgjast með því hvað gerist á því hafsvæði. Hvorki skip, flugvélar, drónan í eitt eða neitt. Þannig að það eru bara allir standandi hissa með buxurna niður á sig. Því miður. Við keyptum mikið af vopnum hérna þegar að stóra ráðstefnan var í Hörpu. En það voru keyptar allskins skottbyssur. En Sigmar, þinginu, þú ert ekki í utanríkismálanefnd? Ég er í utanríkismálanefnd og reynda líka í Íslandsdeild NATO og það er auðvitað talsvert verið að fjalla um þessi mál þar og svo er það bara auðvitað öllu opinberu umræða. En ég er alveg sammála því, það sem er svolítið óvinnilegt, það er að við erum með svo óútreiknanlegan mann í Hvíta húsinu. Við vitum í raun og veru ekkert hvað er að fara að koma eða hvort að orðum fylgi alvara og allt þetta Ég er ekki eins og margir segja að þetta er bara Donald Trump, þetta er bara 4 ár, hann segir alls konar og við þurfum ekkert að taka mark á því. Ég vil ekki hugsa þannig.
Hann hefur alveg óbáslega sterk tök á sínum flokki í Bandaríkjunum, mjög sterk, miklu sterkari heldur en held ég á fyrra kjörtímabilinu. Og maður alveg svona að hugsi yfir því hvort að pólitíkin vestanhafs sé að breytast bara til frambúðar eða minnsta kosti núna einhver tíma. Ég meina, þetta svolítið skrítið, það endalausar pælingar og áform og verið að setja á tolla og taka af tolla og þetta svona svolítið eins og Stefán segir, sko, það verið að kasta málingu og sjá hvað heldur og hvað virkar og þetta bara eitthvað sem við höfum ekki að venjast úr þessari átt. Nei. En ég get svo sem alveg tekið undir það sem verið að segja hér að til dæmis það sem hann hefur verið að segja Grænland. Ef að Grænland mikilvægt fyrir Bandaríkin út frá einhverjum varnarhagsmunum og einhverju geopólitík þá á það nákvæmlega sama við Ísland sem að ég held reyndar að segja okkur þá líka að þessi varnarsamningur sem að við erum með gagnvart Bandaríkjunum að hann sé nú þess eðlis að það sé vörn og haldi í honum. En það var mjög áhugavert til dæmis að fara, ég fór á fund í febrúar með NATO-þingmönnum og það auðvitað bara þannig sem sagt fólk og þingmenn frá löndum sem eiga að landa með annarkvort að Rússlandi eða Úkraínu eru bara á nálum og miklu erfiðar og þyngri umræðan þessa hluti þar heldur en hér heima. Fólk bara veit einfaldlega ekkert sko nákvæmlega hvernig á að taka þessu. Svo auðvitað var alveg skelfilegt að sjá þennan fund þarna í Hvítahúsinu með Zelenski en síðan hefur það svona einhverju leyti farið tilbaka líka. Þannig að þetta svolítið eins og Stefán að nefna, það kemur eitthvað eitt að kvöldi og svo kom eitthvað annað daginn eftir. Það bara svolítið erfitt að fylgjast með þessu. En ég vil nú reyndar treysta því og trúa að þetta fari nú kannski ágætlega og það verði áfram svolítið þétt samvinna á milli Bandaríkjanna og Evrópu. En ekki verið að stofna nýja deild nefnd í þinginu, öryggis- og varnarmálanefnd? Nei, þessi hlutir heyra undir utanríkismálanefnd en það svona verið að stofna sérstakann þingmannahóp sem á að vinna í þessari varnarmálastefnu sem á að koma núna fljótlega. Þannig að það auðvitað verið að fylgjast með þessu út allt og svona verið að reyna að styrkja ákveðin elementa. Það auðvitað mikið verið að tala hversu miklu þjóðir að verja til varnarmála sem eru innan NATO og við erum auðvitað svolítið sér á báti þar með miklu minna framlag en það auðvitað helgast af því að við erum ekki að halda úti her með dýrum og miklum launakostnaði og lífeyrisskuldbindingum og öllu slíku og hingað til hefur nú alveg verið skilningur á því að svona okkar framlög kannski annars eðlis heldur en Evrópuþjóðana til dæmis. Já. Fyrir ekki svo mörgum ára síðan þá var það bara komið ekki til greina að væri kæmi til dæmis til Reykjavíkur kafbátarknúnir með kjarnorku en svo bara fyrir örfáum viku síðan þá var verið að mynda bara þannig kafbát bara á Eyjafirði það sem eins og við séum eitthvað svona ekki áður voru mótmæli út af svona, það ekki rétt hjá mér? Jú, reyndar þetta nú svo sem þetta ekki eins fágætt og látið liggja að þarna í fréttinni en menn hafa sem sagt, það var veitt heimil til þess að kafbátar myndu hafa áhafnaskipti og vistaskipti hér við Ísland og svona rökstutt með því að þetta væri mikið hagræði að það þyrfti ekki að fara til Noregs eða hvað það væri við þetta. Það sem að ég svona sem ég og mínir félagar svona vöru nú við í þessu var það að við upplifum það mjög sterkt að þannig væri svona verið að venja fólk við hugmyndina að þegar að þetta væri búið að gerast í nokkur misseri þá yrði lítið skref að koma og segja já, ég meina úr því að þeir eru nú hérna rétt fyrir utan, skiptir þá öllu máli þó að við búum hérna til hafnarkanti í Helguvík og ég ekki undrandi ef svo yrði raunin. Þannig að ég hef nú upplifað þessar kafbátaheimsóknir sem svona ákveðna salami-taktík hjá utanríkisráðuneytinu og stjórnum bandaríska hersins. Vona að þessi spádómur mér reynist ekki réttur. Já, Helga, þú náttúrulega eins og þetta fyrirferða mikla ríkisstjórn í Bandaríkjunum eða forsetinn og Elon Musk. Já, ég bara verði eiginlega alltaf bara svolítið stressuð þegar ég hlusta á hann og ég held að sé
mjög margir og bara Guðs lofa, hann getur ekki búið sig fram aftur og maður bara fegin að tíminn líður og það verður ekkert, en við sjáum hann að gera ýmislegt. Ég meina það brotin, hann að minnka mannréttindi, skerða mannréttindi og bara alls konar var þetta kennslu og bara hræðilegi hlutir sem að gerast og svo þetta náttúrulega ekki bara stríð sem náttúrulega skelfilegt sem getur haft áhrif á okkur, þessi og sem hann verðist bara setja á hægri vinstri, þetta náttúrulega getur haft áhrif á efnahaginn hjá okkur að hækka vöruverð og annað og varðandi þetta svo sérkennileg þetta bara svo eitthvað ótrúlegt eins og þetta að taka Grænland og hugsanlega eins og þið segið þá lítið mál að taka Ísland og maður bara einhvern veginn, nú hefur til dæmis ég fylgst vel með undanfari í stjórnmálum, það hefur svona utanríkismál hafa ekkert verið mjög hátt skrifuð í umræðinni eins og þessi málefni, þannig að þetta einhvern veginn bara allt saman mjög óþægilegt. En ég sé ágætt líka að hafa í huga Grænlendingar í öllum meginatriðum, samningurinn sem þessi þróunarsaga og samskiptasaga Íslendinga og Bandaríkjanna og Grænlendinga og Bandaríkjamanna hefur alltaf verið svo sama. Grænland hernumið á eða yfirtekið af Bandaríkjamönnum á nokkurn í sama tíma og Ísland í stríðinu. Það svona vika sem líður á milli þess að þessi gerðu samningur varnarsamningurinn við Bandaríkin 1951 og sambærilegu samningur við Grænland líka. Og ástæðan fyrir þessari miklu ásælni Bandaríkjamanna á Grænlandi, þar sem þeir reyndar þegar með fyrirsamning sem gefur þeim bara eiginlega sjálfdæmi það hvað þeir vilji vera með mikil umsvif, það að þar hafa þeir byggt upp lykilstöðvar í sínu kerfi. Það bara lykilstöðvar í eftirlitskerfi fyrir eldflaugar hjá Bandaríkjaher eru á Grænlandi. Þannig að þeimun meiri hernaðarviðbúnaður sem að Bandaríkjamenn hafa í landinu, þeimun meiri þörf upplifa þeir fyrir að ráða þar lögum og lofum. Og í því held ég að sé nú bara lærdómur fyrir okkur Íslendinga. Ég held að það hafi verið bara í ljósi þess sem að gerast núna hafi það verið mikil blessun að Bandaríkjamenn lokuðu Keflavíkurstöðinni 2006 þó þetta mikið. Það að reyna að opna á aukin umsvif hérna eða hampa varnarsamningnum sem einhverju mikilvægu gagni fyrir okkar öryggi, það bara að bjóða hættunni heim. Já, Mörður Árnason var hérna hjá mér daginn og hann var þá nýbúinn að lesa þennan samning og hann gæti ekki lesið út úr annað en það að þetta sneri reyna bara á annan veginn að þeim væri heimilt að koma hingað en ekkert ákvæði hvað við getum rekið á burtu eða ekki lyftum inn í landið. Já, þannig að það bara þetta svo ótrúlegt hvað við erum að tala að þetta skuli vera eiginlega í öllum bara vestrænum fjölmiðlum þá alltaf einhverja fréttir þaðan úr Hvítahúsinu og ógnir og eins og Sigmar segir síðan að ég held að við eigum ekki að persónu gera þetta of mikið í Trump því að við sáum það að af þeim utanríkisákvörðunum sem að Trump-stjórnin fyrri tók að Biden-stjórnin sneri nánast engu við af því. Það var Trump-stjórnin sem að varpaðurinn sprengju inn í Miðausturlönd með því að færa sendiráðið frá Tel Aviv til Jerúsalem og marka þá stefnu að best væri að hafa Palestínumenn ekkert með í ráðum varðandi málefni þeirra heldur eftir bara Bandaríkin Ísrael og nokkur furstaríki við Persaflóa að ákveða niðurstöðuna þar. Biden-stjórnin hélt þeirri stefnu fullkomlega áfram og við sáum síðan afleiðingarnar. Þannig að það ekkert sem segir að þó að demókratar komist til valda eftir 4 ár að það verið tekin einhver punktbeygja varðandi utanríkismál, bara þvert á móti.
Nei, ég minna við erum náttúrulega, við erum í þeirri stöðu að það þetta bara ekkert að langt síðan að Rússar fóru bara inn í Úkraínu, sko. Þetta hefur þetta mikil áhrif á alla umræðu, sko. Og já, ég minna einmitt þetta sem í Miðausturlöndum, sko, nú eru bara svona einhverjar hugmyndir uppi það að það bara fara í einhverja þvingaða þjóðflutninga á Palestínumönnum jafnvel bara til Afríku í aðra heimsálfu, sko. Það eru svona alls konar hlutir einhverjir í gangi í umræðinni sem maður skilur ekki alveg og það þessi óútreiknanleiki sem maður að tala En auðvitað það þannig að kerfið í Bandaríkjunum maður nú að vonast til þess að þetta snúist nú ekki bara mannin í Hvíta húsinu, að það sé svona einhver temprun valds í gangi sem að getur svona kannski tekið úr því versta. Því ekki búið að samþykkja allar tilskipanir sem hann skrifaði á fyrsta degi? Nei, sumt af því sem hefur verið snúið við af dómstólum og kannski eftir að fara lengra og annað. En á ekki að fara inn í þingið? Nei, hann veðjar á að hann geti gert hluti í krafti tilskipunarvalds og síðan eru dómstólar að vinda ofan af því og henda því tilbaka og segja þetta fyrir utan hans valdsvið og þingið hefur að taka ákvörðun. Og hluta til hann hefur aldrei órað fyrir því að allar þessar tilskipanir sem hann keyrði í gegn á fyrsta degi að þetta myndi allt saman ná í gegn. Það var alveg ljóst að þetta myndi velkjast í dómstólum jafnvel svo árum skipti. Páll Baldvin talaði nú hérna áðan sko andstöðuna innanlands og mann sýnist það að hún sé að aukast á grasrótarstiginu en svo sér maður það líka þeir sem eru að tala bandarísku stjórnmálin að þeir eru eiginlega bara í sínum yfir hvað demókratarnir eru slappir á þinginu. Með afskaplega gamla forystumenn, þetta er sannkallað öldungaráð á bandaríska þinginu og mjög veiklulegt andóf sem kemur á pólitíska sviðinu frá neina því sem þessi nýja stjórn er að gera. Það svo, menn séu sjokki þar eins og annars staðar. Þegar hann ávarpaði þingið, þá var það einn demokrati sem hætti ekki að búa á hann og hann var fjarlægur úr þingsalnum. Las ég ykkur þar. En hér eru við líka að glíma við svona erfið mál eins og til dæmis bara þetta morð sem var framið í Gufunesi og nú eru 5 eða 6, það var einu bætt við í gæsluvarðhald núna og alltaf þegar eitthvað svona mál eru þá líður okkur svolítið illa þeim veginn í líkamannum, það ekki? Páll Baldvin, þú þagar svo engi. Já, ég veit ekki hvað skal segja út af þessum hörmulegu atburðum en það náttúrulega ljóst held í orðið að innan bæjarsamfélagsins og þá er ég ekki að tala bara Litlu Reykjavík og Stóru Reykjavík og nágranna sveitarfélög og bara bæjarsamfélagið all land og þá eru að gerast atburðir af þessu tagi og koma öllum á óvart vissulega en þess að það á engin von á því að svona en það virðist vera að það sé orðið það ástand, það félagslega ástand í samfélögum á Íslandi að þar eru einstaklingar sem að eru fíklar eða svo ofbeldissinnaðir og hafa farið þannig í lífinu að þeir skýrast ekki við að taka líf annara. Gangum vopnaðir. Já. Svo við sem eldri erum við fengum kannski dálk í fermingargjöf eitthvað sem voru með á okkur en aldrei dott nokkrum mann í huga notan til að stinga annan mann, vorum bara talka spýtur. En þetta er bara að þróast yfir í svona hrylling. Já, nú er svolítið erfitt að átta sig á því, þetta er nýskeið og það er eiginlega ekki hægt. Nei, en svona samt þú veist, ég meina það sem hefur komið inn í umræðinu er að þetta sé mögulega eitthvað svona tálbeitu dæmi, því að það hafa verið eitthvað svona tálbeitu hópar sem að lögregla hefur verið að vara mjög mikið við þegar í raun og veru eitthvað fólk er að taka lögin í sínar eigin hendur og þá svona undir einhverjum formerkjum að það sé verið að gera eitthvað gagn sem að réttarkerfið ná ekki utanum og annað, þannig að það er auðvitað svona einhver strúktúr sem við þurfum auðvitað að hafa í huga í þessu
En í þessu máli eru náttúrulega í gæsluvarðhaldi hefur komið fram í fréttum svona þekktir ofbeldismenn og þetta eru þetta svona í grunninn að manni skilst einhver fjárkúgun sem að þarna er í gangi. En þetta bregður okkur alveg svakalega við þetta sko. Þetta virkar svo fólskulegt sko. En við svo sem vitum ekki alveg nákvæmlega atburðarásin eða hvað var, hvort að þarna hafi hreinlega verið gengið til verks í því skyni að sálka manninum eða hvort að þarna hafi bara eitthvað farið úr böndunum og menn ekki ætla að láta þetta ganga svona langt en hérna svona erfitt að ná utanum þetta á meðan þetta á rannsóknarstigi. Þetta er alveg hrikalegt mál og kallar örugglega á í framhaldinu þegar við vitum málavegstu einhverja skoðun á því. Er þetta birtingamynd á einhverju sem við þurfum að takast á þessi samfélag sko? Það er sko eins og komið fram, það er ekkit og finna einar sakir á þennan látna. Nei. Að hann hefur hvergi gert sig sko eða komið við sögu í neinum sakamálum, en þá er það kannski hann hefur átt einhvern pening og þá bara kemur einhver glæpaklíka sko Ég held að við mögum kannski ekki taka svona einstaka mál, en ég held að við þurfum að horfast í augu við það að hnífaburður og vopnaburður og meiri harka hefur aukist í samfélaginu og við höfum bara kannski svolítið sofið á verðinum og ég vil meina það að ég var nú hérna í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði og tala þetta strax þar sem ég kennari og heyrði í skólasamfélaginu hérna bara því ég kem inn í borgarstjórn fyrir 3 árum og þá var ég farin að heyra það í samfélaginu, kennarar og svona og líka afleiðingarna þar sem ég var að vinna á Barnaspítala Hringsins, kenndi þar. En þá þegar ég bar upp tillögu í borgarstjórn að fara strax að vinna gegn þessu, að þá var bara hvað ertu að tala um? Við höfum bara svolítið einhvern veginn ekki verið nógu vakandi en svo þegar ég fór rúma ári seinna á ráðstöfunni í Nordic Safe Cities að þá var verið að lýsa þessu sama og svona, þá voru þau svona og það kemur allt til Íslands aðeins seinna. Þannig að það er nú kannski eitthvað til í þessu sem þú ert búin að vera að tuða helga. En núna náttúrulega er ég formaður skóla- og frístundaráðs og þar er mikið rætt þetta aukna ofbeldi hjá nemendum og við nýjasta dæmið eins og í Breiðholtinu sem ég vilja tala sem eitt skóla, ég vil það ekki vissulega kemur þetta upp þarna þar í samfélaginu og það er strax skripið til ráðstafana, við höfum gert það en auðvitað er þetta bara samfélagsmein sem að við þurfum bara, það er ekki bara skóla- og frístundaráð, þetta er náttúrulega lögreglan og barnavernd og það var nú eitt sem ég nú afskaplega ánægð með, ég hvatt mikið til þess að bara einu af mínum fyrstu áhugamálum að fjölga hérna í samfélagslögreglunni og það var bara tekið upp núna á þessu kjörtímabili og það hefur haft mjög mikið að segja. Þessi viðvera samfélagslögreglu í skólum? Já, bara til dæmis eins og núna, það er mikið nemendur og unga fólki okkar safna saman í Mjóddinni og þar hafa þeir auki viðveru og líka félagsmiðstöða fólk og til að reyna að koma í veg fyrir þetta en ég held að mín hugmyndi er svolítið svona eins og sem ég talaði strax fyrir næstu því 3 árum að við þyrftum eiginlega að taka svolítið á þessu eins og við gerðum hérna með vímuefnin hérna þegar ég kom heim allavega frá Svíþjóð 99 að þá var alveg svona herferð í gangi fyrir ungmennin og foreldrar voru í göngum og þá var virkilega tekið á þessu og eftir hefur verið tekið hvað það tókst vel hjá okkur að ungmennin þau minnkuðu drykkju og ég held að þetta sé svona
eitthvað svona sem við þurfum að taka svolítið höndu saman, foreldrar og samfélagi, skólinn og allir þeir sem að vinna með unglinga og það sem svo hættulegt að þessir hana gengi sem eru svona komin í eiturlyf og þetta harða liðs tengi sjálfs á þessu hræðilega morði, en það sem til dæmis að gerast á Norðurlöndunum að þau nálgast oft unglinga sem í viðkvæmri stöðu og draga það inn í starfsemina og það eitthvað líka náttúrulega með samfélagsgerðina að gera að það komin stór hópur sem við erum ekki að fá að blómstra og njóta sín, að þá eru þessi ungmenni í hættu að dragast inn í svona klíkur, glæpa klíkur. Og eins og bara því miður, það dæmum, það ekki langt síðan, bara menninganótt til dæmis svona ungum maður sem að reiði sér ekki sko, og er vopnaður og það ekki góð, en það annað hérna líka sem að mér langar að ræða sem ekki síður sorglegt, það þetta í Neskaupstað. Þannig að þegar að maður, hann sýknaður sem sagt af ákærinu að hafa drepið hann hjón og sögur þess að hann bara ósakhæfur og þá spyr maður nú, sko, samfélagi hefur brugðist þarna, það ekki, hann á ekki að vera það sem hann var, þetta á að vera ómögulegt. Nei, við vitum náttúrulega að geðheilbrigðiskerfið hefur verið ekki, því hefur ekki verið sinnt nógu vel. Nei. Það staðreynd og talandi þá með svona afleiðingum? Já, með svona afleiðingum og líka annað sem ég vil tala að því ég var nú í velferðarráði að þessi öryggisvistun og gæsla að það sem að við reyndum að benda á, ríkið á að sinna þessu. Að því að sveitarfélögin hafa ekkert burði í þetta. En nú nýja ríkisstjórnin ætlar að taka á þessu, heyri ég. Sigmar hlustar í þessu. Nei, þetta grafalvarlegt. Þegar einstaklingar eru bara hættulegir sjálfu sér og öðrum eru kannski nýkomnir úr fangelsi og það ekkert úrræði. Nei, með þessum afleiðingum. Svo nú stundum það nú líka það að það ekki bara úrræðaleysi, heldur líka ef að menn hafna öllum úrræðum og hérna og pínlítið óþægilegt að ræða sko bara stór samfélagsmál sko út frá tilteknum það bara ekki hægt en þurfum við rauninni ekki að tína til einstök mál, ég meina við bara upplifum það öll að bara fyrir 20-30 árum að þá var sko morð var svo bara sko einstakur sláandi atburður í samfélaginu, setti bara alltaf á hliðina í margar vikur. Núna þetta bara orðið margfalt algengara og hérna já, og svona nánast kannski bara orðið eins og svona söð í bakgrunninum á köflum. En ég segi líka hérna ég var gerður að borgarfulltrúi hérna í kynningu, ég nú ennþá bara var að borgarfulltrúi, en ég hins vegar í ráðinu með Helgu í skólaráðinu. Hef líka verið í hérna menningar- og íþróttaráðinu sem að snýr mikið á ungmennum líka, þannig að það að geta verið þeim megin við borðið, þá sér maður að við erum líka að gera margt. Það eru mörg mikilvæg verkefni í gangi, það rosalega mikið af eldhugum þarna úti. Ég meina bara fólk sem að vinna í opinbera kerfinu að fara inn í kannski svona skólana sem að eru í viðkvæmustri stöðu í borginni og hérna búa til verkefni og reyna að grípa einstaklingarna. Það ekki patentlausn í þessu. En það náttúrulega alveg ljóst að það þarf að bæta vel í sérstaklega geðheilbrigðismálin. Það algjörlega ljóst. Það náttúrulega alveg óþolandi að það sé sko gríðarleg bíð eftir því að geta bara komið krökkum inn í eitthvað kerfi. Bara því það verið að bíða eftir einhverju sko greiningu og einhverju viðtali sem á sér ekki stað fyrir en eftir marga mánuði og
þetta er samfélagslegt verkefni, þetta er ekki pólitískur ágreiningur það að við Ég þurfum að verði leysa þarna aðeins að sko, þegar svona vondmál koma upp, þá eru þau oft tilefni til að ræða sko, hvers vegna, hvað brást svona, eins og í þessu tilfelli að maðurinn hann er sýknaður vegna þess hvað maður veikur. Já, hann er metinn ósakhæfur, ég myndi ekki nota orðalagi sýknaður. Nei, hann er ekki sýknaður. Já, ég er að taka bara fyrirsögn okkur. Mér fannst þetta óheppileg fyrirsögn vegna þess að það er ekki sami hluturinn. Það er talsvert annað. Já. Nei, en þú veist, þetta er svakalega... Þú þekkir þetta bara fyrir störfuðinum að svona vondmál þau verða oft sko upp af umræðu. Það er líka alveg rétt sem að Stefán segir. Það er erfitt að ræða þetta út frá einstökum málum, en það eru þessi einstakum mál sem að ýta umræðinu alltaf upp, sko. Og mér finnst við alltaf svona hafa í gegnum tíðina verið svolítið að hjakka í sama farinu. Ég meina, tökum bara sem dæmi þegar fangar veikjast alvarlega í fangelsum, fara jafnvel í geðrof eða eitthvað. Þú veist, það er búið að vera svona störukeppni árum saman á milli ráðuneyta og ráðuneytis og spítalas það hvernig að bregðast við, sko. Það er verið að færa veikan mann úr fangaklefa þar sem hann áður ekki að vera ef hann er í geðrofi og veikur inn á sjúkrastofnun og sjúkrastofnunin getur ekki tekið við og það þarf að fara fangaverði með og svo á fangelsismálastofnun ekki pening lengur fyrir því að láta fangaverðina sitja yfir og þá bara farið með allt aftur inn í fangaklefan. Þetta er allt einhvern veginn svona og þú veist, kerfið okkar hefur þetta verið svolítið fast í sílóm og vanta svona meira samtal þarna á milli. Þetta er einhvern veginn svona eitthvað eilíða verkefni sem að manni finnst svona svolítið svo utanfrá séð að þurfi bara svolítið að taka svona einhver almennilega ákvörðun, hvernig ætlum við að hafa þessar hluti. En ég meina, í sumum tilfellum vantar okkur líka bara hreinlega fagfólk. Það er ekki þannig að það sé of mikið af geðlæknum til dæmis hérna á Íslandi. Þetta er mjög erfitt fyrir fólk að fá tíma til dæmis hjá geðlækni, bara svo við tökum það sem dæmi. Við vorum með svona eitt úrræði sem að geta nú eitthvað tekið svona á þessu sem að var að niðurgreiða sálfræðiþjónustu, að gera hana aðgengilegri líka. Þú veist, það er alls konar svona leiðir sem að hægt er að fara. En ég er svolítið sammála ykkur báðum. Það er erfitt að ræða þetta út frá einstökum málum. En salurinn þarna úti, móttakarinn hjá fólki, hann er virkastur þegar það eru einstök mál í gangi, sko. Þannig að við eiginlega svona getum einhvern veginn ekki ítt einstökum málunum alveg frá okkur, en notum við þá sem tilefni til þess að reyna mögulega að ræða eitthvað kerfið, sko. En það er úrræðaleysi og ég meina þú veist, við erum auðvitað rosalega mikið að ræða börn núna, börn sem eru á erfiðum stað og talað börn með fjölþættan vanda og og þú veist, við erum í þeirri stöðu núna að það er verið að vista börn í fangaklefum af því að stuðlar brunnu. En við erum auðvitað ennþá með þennan brunna á stuðlum sem að var auðvitað úrræði sem að var notað í fanginu og það er nú verið að flýta uppbyggingu þar til þess að reyna að koma okkur úr því að þurfa að vista börn í fangaklefum. En við sem höfum fylgst lengi með, við vitum alveg að þú veist, við erum í raun og veru alltaf að ræða sömu hlutina svolítið, sko. Og kannski er það þannig að það auðvitað ekki hægt að búa til hið fullkomna kerfi. En mér finnst hins vegar að við séum í þeirri stöðu að við erum bara svolítið einhvern veginn núna að ræða afleiðingar af áratuga vanrækslu í uppbyggingu bara heilt yfir svona geðheilbrigðismála hérna á Íslandi. En það er auðvitað verið eins og Stefán er að nefna, bara svo ég megi klára með einni setningu. Þetta snýst ekki starfsfólkið á út á akrinum, sko, því að við erum með alveg frábært fagfólk í stofnunum og út allt, sko, en það vantar einhverja fínstillingu í kerfið og örugglega náttúrulega meira fjármagn eins og alltaf, sko. Pétur Gunnarsson, hann var hérna við þetta borðum daginn og hann var að velta því fyrir sér hvernig stæði á því að við ráðum ekki við neitt. Við ráðum ekki við það að reka lögreglu, við ráðum ekki við það að reka fangelsi, við ráðum ekki við það að reka sjúkrahús. Okkur er algjörlega og ómögulegt orðið að hafa sæmilegt kontról á þeim börnum í skólakerfinu sem eru uppvöðslusum og hann spyr hvað er það sem að gerðist? Hvernig stóð á því að örfáum áratugum þá breyttist þetta samfélag svona rosalega mikið? Og þá náttúrulega fyrst af öllu fyrsta lögreglan, en hvernig gengur að útvega fjármagn fyrir fleiri lögregluþjóna?
Það gengur bara ágætlega. Það var eitt af fyrstu verkefnum sem þessi ríkisstjórn fór í. Það að fjölga lögreglumönnum með 50 og það bara 50 á þessu ári í fullum gangi. Þetta auðvitað bara hluti af því að búa til svona kannski aðeins meiri öryggiskend hjá fólki. En auðvitað þegar við erum að fara áratugi eftir í tíma þá er auðvitað ekki hægt að horfa fram hjá því að það voru rosalega miklar samfélagsbreytingar. Okkur hefur fjölgað auðvitað mjög mikið. Landið hefur opnast með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgja. En það er samt þannig að við erum með þessa tilfinningu rosalega ríka í okkur að við séum ekki að gera nógu vel og við þurfum bara að takast á við það en maður hefur átt svo mörg samtöl við fólk sem er að vinna í meðferðarkerfinu eða í geðheilbrigðismálum þú veist á vettvangi borgar og sveitafélag og annað, maður veit að fólk er alveg fullt eldmóðu og vill gera betur sko. En það sem að þú ert að vísa eru þetta bara alveg gríðarlega mikla svona samfélagsbreytingar á ekkert mjög löngum tíma og því miður hafa innviðirnir okkar ekki fylgt með. Það er bara þannig. Má ég aðeins kom inn á þetta með börn með fjölþættan vanda og að því við ræddum þetta mikið inn í velferðarráði og talandi störukeppni, það sem mér finnst einkenna starf mitt í borginni er þessi, eða þeim tíma sem ég hef verið, er þessi togstreita hvað borgin á að greiða og hvað þjónustu hún er að veita og hvað ríkið er að veita. Og við erum, ég veit ekki hvaða margar skýrslur hafa komið þetta börn með fjölþættan vanda. Með þess að það var bara 2 skýrslur meðan ég var í velferðarráði, 23 og 24 og það bara einhvern veginn algjörlega, maður vissi alveg að það var áhugi hjá fyrirverandi ríkisstjórn, kannski Ásmundi, ég veit það ekki, en einhvern veginn komu ekki lausnirnar og eins og Reykjavíkurborg og önnur sveitafélag þetta er gríðarlega dýrt, þetta er svokölluð 3. stigs þjónusta sem er svona og líka ríkið að sinna heilbrigðisþjónustu og það er ekki fyrir núna að við bara sögum ekki fleiri skýrslur takk fyrir, bara farið að gera eitthvað og sem betur fer, ég var nú að hlusta á fjármálaráðherra, hann Daða og ríkisstjórnin búin að segja við ætlum að taka þessa þjónustu og greiðana en auðvitað það sorglega er að úrræðin eru að fá og þar hefur við sofið á verðinum, þetta er bara svona eins og með ofbeldið og með geðheilbrigðið, ég meina biðinn á bugl og þú veist, við þurfum að fara að taka verulega á og ég allavega mér finnst svona meira lífi þessari ríkisstjórn. En voru það líkar skýrslurnar sem komið 23 og 24 og niðurstaðan kannski svo saman? Já, nei, ekki jú, það voru svipaðar, að vandi væri gríðarlegur en það voru svona bent á, það má segja að skýrslan 24 var aðeins lausna miðaðri, kom með ábendingar en samt, þú veist, þetta er bara skýrslu síðan 2013 og fyrr sko og barnaverndin hefur alltaf verið að fækka úrræðum fyrir þá og nota bene þetta eru sveitafélagin hafa verið að senda þessi veiku einstaklinga í rándir einkareikin úrræði sem að eru ég hef gagnrýnt fyrir að þú veist, en við höfum ekkert annað og ég tek undir með Sigmari og þú veist, það er fullt af góðu fólki sem er að vinna út allt en okkur vantar líka fleiri sérfræðinga. Bara örstuð sko, þú veist, við erum með foreldra sem eru með börnin sín í gríðarlega alvarlegri stöðu, kannski komin í mikla fíkniefnaneyslu, til dæmis ungar stelpur sem í þeim heimi sko, þetta er alveg skelfilegi hlutir sem þar eru í gangi gagnvart þeim. Og það eru bara dæmi það að foreldrar fara með börnin sín í meðferð í aðrar heimsálfur þar sem að þau fá gott atlæti og annað vegna þess að það er ekki eitthvað sem að grípur hér og þá eru foreldrarnir sko í raun og veru að reyna að verja börnin sín þannig að koma þeim frá svona vinamenginu eða einhverjum eldri mönnum sem hafa verið að misnota til dæmis þessar stúlkur
hvað á fólk að gera? Hvað myndum við gera sem foreldrar? Allt sem við gætum. Allt sem við gætum og þá þetta stundum, af því að þetta hérna neyðarástand, það þarf að koma barnin úr aðstafanum núna og það ekkert sem grípur þau hérna, að þá fólk bara farið að fara með börnin sín til útlanda í skjól og maður skilur það, en síðan blasir veruleikinn við þessu fólki að kerfið okkar segir, heyrðu, nei, það var nú ekki haft samráð hérna við sjúkratryggingar þetta og þar af leiðandi getum við ekki niðurgreitt þetta og það alls konar svona það alls konar svona ég meina við ætlum að reyna það við ætlum að reyna að gera betur en þú veist, bara þetta auðvitað bara umræða sem búin að vera í gangi ansi lengi og hérna ég skil eiginlega ekki alveg ég get alveg skilið það stundum að kerfin geta stundum þunglamaleg og það hérna erfitt að breyta þeim til samræmis við einhverjar breytingar í samfélaginu eða eitthvað slíkt. En munurinn þarna á milli í dag, hann bara svo mikill miðað við allt umtalið þennan málaflokk, sko, börn í viðkvæmri stöðu og allt þetta. Við erum svolítið úrræðileg. Stundum líka munurinn á sko, einmitt umtalinu og síðan þær fjárhæðir sem í rauninni að ræða. Ég meina, það óboðslegt mál að sko, fjölga sérfræðingum. Ég meina, að fá það tekur tíma. En önnur viðfangsefni einhvern veginn eitthvað sem að virka bara eins og úrlausnarefni, eins og það að það hafi kveiknað í húsi fyrir mörgum mánuðum og í dag sé sko verið að vista einhvern í fangaklefum. Ég meina við erum nýbúin að koma heilli Grindavík fyrir bara að því að það sem við gerðum bara nánast á einni nóttu þegar að fóra að gjósa. Og það náttúrulega ferlega dapurt að svona flöskuhálsar séu enn að trufla. Sérstaklega þegar að menn sko vita á því að þetta eru afleiðingarnar. Já. Þú þarft að taka eitthvað krakkaró og henda því inn í sko strípaðan fangaklefa og læsa inni. Það aldeilis ótrúlegt að við skulum vera á þeim stað. Já, ömurlegt. Skelfilegt. Já, alveg ömurlegt. Þetta svona upplýfgandi sunnudags og Trump og síðan hérna vandinn og ofbeldi og það að gera bara jákvæð. Já, kippa fólki niður svo úr því að það svona komin svona vor. Ég nú alltaf að hrósa ríkisstjórninni, sko. Ég vona að þetta hafi einhver áhrif. Já, en hérna það einhver óljósar fréttir með hérna að hverju sendiráðu okkar í Moskvu var lokað. Hvað segir þú utanríkismálanefndinni? Veistu hver ástæðan var? Það má ekki segja. Nei, við erum alltaf stundum bundin trúnaðum ákveðna hluti en þetta að koma þetta í ljós þetta með þessar ógnanir sem að fólk var fyrir úti það fylgdi ekki sögun á sínu tíma þegar það var lokað þannig að hérna, það voru allir mjög hugsi á sínu tíma á hverju þetta var gert en það var náttúrulega bent á það á sínu tíma að hérna, sko, meðan að önnur ríki sem að við berum okkur sama við voru að draga úr umfangi sínu í sendiráðum og þá var okkar sendiráð svo lítil að við annarkvort lokum eða þú veist þegar eru örfáir starfsmenn sko en þetta ekki gott að lesa þetta hvað þarna hefur verið í gangi og ef það þannig að það ekki hægt að tryggja öryggi fólks og það auðvitað skylda hérna þessi ríkis þar sem sendiráðin eru að ganga þannig úr skugga að það sé allt öruggt. En þetta auðvitað, þessi angi málsins auðvitað að koma bara svolítið í ljós núna nokkuð löngu seinna sko. Sem kalla náttúrulega umræður næsta mál á dagskráninni sem hvernig eigum við að halda áfram sambandi við vin okkar Rússa? Já, hvað segir þið það? Aftur sko það eru allir á því Stefán ég vildi náttúrulega ekki loka sendiráðinu sko. En þá vissum við ekki þá vissum við ekki ég hérna þetta þetta eitthvað svona öryggisatriði líka að vera kannski ekki alltaf að segja alla söguna sko, en það þetta bara gagnlegt fyrir okkur að vita þetta í dag almennt séð sko, ég held að það sé ekki vænlegt í alþjóðapólitík að vilja bara tala við einhverja sem eru sammála manni eða er manni vinveittir ef hugmyndin með sendiráðum að hafa þau bara í hérna nánum vinalöndum þar sem hægt að setja upp einhverja menningarhátíður og vera með kokteilboð, þá þetta nú frekar tilgangslítið. Ég held að sendiráð séu því mikilvægari sem að samskiptin eru brothættari og erfiðari. Ég held að mér hafa nú orðið svo margsaga og komið svo ýmsar útgáfur af því hver hafa verið hugsunin með hérna þessari sendiráðslokun sem hefur sko
ýmist verið réttlætt á ólíkum tímum sem sko hörð skilaboð til rússneskra stjórnvalda yfir í að vera aftur einhver svona diplómatískur línudansi að skrúfa niður eða beinlínis sparnaðaraðgerð eins og hún var á einum tímapunkti kynnt. Núna höfum við fengið þessa fréttir í mjög hálfkveðnum vísum og það er eitthvað hluti af vandamálinu hér á Íslandi þá er svo hefð að umræða utanríkismál á vettvangi pólitíkurinnar, hún nánast alfarið bundin við utanríkismálanefnd. Hún fer mjög sjaldan inn í þingsali og allt sem gerist inn í utanríkismálanefnd með trúnaði. Þannig að íslensk stjórnmál hafa dálítið svona bara útvistað umræðu utanríkismál til svona sjömannahóps þingmanna sem bara svona klára málin í einhverju einu herbergi. Ég hef lengi verið gagnrýninn á þetta en væntanlega verður það nú bara það hvað gerðist nákvæmlega og í hvaða tímaröð varðandi þessa lokun á sendiráðinu, það verður verkefni fyrir okkur sagnfræðingana. Já, ég var náttúrulega ekki í utanríkismálanefnd þegar að þessi ákvörðun var tekin en hlutverk nefndarinnar eru þetta að vera samráðsvettvangur fyrir ríkisstjórnina, vera svona til taks í mikilvægum málum og annað, en þetta að koma upp svolítið seint, en þetta getur lokunin líka og ég tek það fram, ég var auðvitað ekki í nefndinni þegar að það var verið að ræða þetta þar væntanlega, þetta getur auðvitað verið samspil af þáttum, þar að segja að það er verið að senda skilaboð, en á sama tíma er ekki hægt að búa til þannig umhverfi að fólk sé öruggt þarna. Nei, sko, en ég nú reyndar þeirra skoðunar, það er auðvitað voðalega erfitt að eiga eitthvað mikið samtal við Rússa og meðan þeir eru í miðju innrásarstríði gagnvart Úkraínu, sko. Það finnst mér nú vera bara svolítið afleiðingarnar á lokuninni bitnaði svona Þórdís Kolbrún, Reykjavík Gísladóttir, það voru margir ósamál henni að hafa stíði þetta skref að loka sendiráðinu en hún gæti ekki þá skýrt mál sitt, sko. En ég skil það ekki alveg, akkur máta, getur skýrt það út fyrir mér, akkur máta koma fram núna en ekki þá. Lekið einhvers staðar. Já, það verður lekið einhvers staðar, en mér finnst þetta svo skrítið, sko, að akkur má ekki segja frá svona hlut, það finnst mér mjög einkennilegt og svo finnst mér þetta náttúrulega mjög einkennilegt að það sé ekki meira að fólk hafi ekki getað valsa þarna inn í sendiráðið, bara talandi um það að maður fer inn í þingið, þá fer maður í vopnaleit og skila töskunni, þetta er svona svolítið sérkennilegt að það sé í raun og veru að þetta hafi verið hægt með þessar lýsingar sem maður hefur heyrt. Þeir voru ekki mikið að hringja dyrabjöllunni þarna, sko. Nei, og fóru heim til fólks og þau starfsmenn sendiráðsins urðu varið við það hafði eitthvað verið inn á heimilinu þeirra. Þetta er samt allt með mjög, þetta er allt verulega óstaðfest að þetta er úr bresku slúðurblaði og mjög brotakennt einhver frásögn af því að það hefði verið skilin eftir kjötsneið í ískáp hjá grænmetisætu, þú veist, bara Þetta er hálf fyndið, sko. Já. Þetta er bara svolítið svona einhvern veginn bara absúrt, sko. Það breytir engu það, sko. Við þurfum náttúrulega að taka upp aftur samband við Rússa og ég er ekki sammálaður, kæri vinur, að það átt að hafa þetta sendiráð áfram opið. Það á að tala við menn, jafnvel þó þau séu illþýði á vígvelli. Við erum búin að vera í sambandi við Rússa, sko, frá því í byltingu. Þá erum við búin að vera í ágæti sambandi og viðskiptum við Rússa og við áttum ekki að gefa það eftir, við áttum að hafa sendiráðið opið, við áttum að hitta reglulega starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Rússland og segja, elsku vinir, þetta er vitleysa sem þið eruð að gera, við höfum verulegar áhyggjur af okkur. Vegna þess að það verður mjög erfitt að byggja upp þetta samband aftur og við vitum alveg hvernig þetta fór með efnahag nokkura fyrirtækja í landinu. Jú, en það er enga síður þannig að þeir ráðast inn í annað fullvalda ríki og það auðvitað verður að hafa einhverjar afleiðingar. Þetta er auðvitað, ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað auðvelt og klift og skorið og auðvitað sammála því að það er mjög gott að menn tali saman og það sé
eitthvað samtali í gangi, sko. En við verðum með þetta stíga svolítið fast niður. Einhverjum og sérlega þegar við vorum við vorum eina landið sem að tók þennan pól í hæðina. Þannig að maður fær svona eiginlega daldið frekar á tilbygguna. Já, en það er eins og við höfum hlaupið apríl, sko. Já, en við erum þá minnstakosti komið með eina skýringu á því af hverju það var gert, sem var þó auðvitað að það var ekki hægt að tryggja öryggi fólks, og svo líka þetta sem ég sagði áðan að okkar sendiráður auðvitað talsvert minna heldur en nágrannaríkjanna, og það er kannski erfiðar að fækka í mjög fámennri einingu heldur en að er hjá öðrum löndum sem eru með einingarnar fjölmennari. Ég hreinlega, sko, bara því að Ég bara að rekja þær skýringar sem hafa komið fram, sko, opinberlega. Ég bara man þessa atburðar á, sko, að það sem að hafði gerst þessa daga áður heldur en þessi tilkynningum lokun kom og eiginlega alveg upp úr þurru. Að þarna hafði varð smá hvellur niður á þingi vegna þess að það voru breytt þetta snýrst tolla á kjúklingabringum. Hafði verið kjúklingar frá Úkraínu sem hafði fengist að flytja inn til Íslands tollfrjálst sem einhvers konar framlag eða stuðningur Íslands við stríðsreksturinn, og þetta mæltist nú ekki vel fyrir af öllum hagsmunaaðilum, þannig að það var ákveðið að framlengja ekki þessa kjúklingabringu undanþágu. Þetta var talsverður hvellur í fjölmiðlum og sérstaklega flokkur Sigmars barði vel á sjálfstæðismönnum fyrir þetta. Mundum gera enn í dag. Og þetta kom ofboðslega illa við flokk utanríkisráðherra sem að hleypur svo til daginn eftir og tilkynnir lokun á sendiráði til þess að sína nú hvað hún væri nú þráttur allt hörði í málinu. En misti þar leið möguleikann á að verða formaður Sjálfstæðisflokksins? Sko, það var það er bara kjúklingabringurnar. Sko, Jón Baldvin lenti í vandræðum út af kalkunabringum, en nú erum við komin niður í kjúklingabringur. Ég veit ekki hvort það verði pólitísk skýring. Hvort það verði rjúpa, sko. Þetta ég nú hrósa Stefánu fyrir gott pólitískt minni, því að þetta er alveg rétt, þetta var á sama tíma og ég ætla nú bara að fá að segja það hér, mér fannst alveg galið að við skildum ekki geta flutt áfram inn einhverja kjúklingabringur sem er svona einhver stuðningur við atvinnurekstur í Úkraínu, sem að Úkraínumenn er að biðja að reyna að halda gangandi infrastruktúr í því landi, þú veist, halda svona framleiðsluvélum gangandi, þá var þetta svona eitthvað lítið úrræði sem að við gripum til, sko, en svo kemur auðvitað varstaðan innanlands og þá skella menn í lá, sko, þú veist, og þetta skildi ég ekki þá og skil ekki ennþá, en núna hins vegar erum við auðvitað komin með þessa viðbótar frásögn af því af hverju sendiráðinu var lokað. Já, og því að ráðherra vill ekkert gefa upp það, heldur segir bara... Nei, því að menn eru líka auðvitað að reyna að passa upp á það er einhverjir svona öryggishagsmunir í gangi, sko. En þetta er alveg rétt, þessi tvö mál voru í gangi á sama tíma. Þetta er bara í delirium bubónis. Þetta hljómar svona. Maður sér það fyrir sér. Kjúklingabringurna svona, já. Við vorum svo smásmögulega, við gátum ekki einu sinni haldið áfram þeim stuðningi, þrátt fyrir allt talið það að við ætluðum nú að standa með fólki sem er að verjast innrás, sko. Guðni Ágústsson skrifaði opið bréf, held ég örugglega á Vísi, stöðun í Framsóknarflokknum, og það sem hann er að segja raunverulega við formanni, þú að gera eitthvað, maður. Það er við ég man ekki 12 ár. Birtist líka í Morgunblaðinu. Já, Morgunblaðinu, auðvitað hjá Davíð Einari. Étin upp að einum. Já, 12-18.000 flokksfélaga sem að vita ekkert hvað er að gera, eftir þess að hörmul útkomu úr kosningunum, og hann var bara eiginlega biðla til formannsins að fara út að sjá sig og gera eitthvað innan flokksins. Og viltu núna að við förum í sakleysi okkar að reyna að greina hvað er að gerast í iðrunum á Framsóknarflokknum? Já, takk fyrir. Nei, já, hvað er þetta ekki svolítið... Annað en það að Guðni Ágústsson er að láta bera á sér einu sinni enn. Já. Sem að hann þarf reglulega. Sko, Framsóknarflokkurinn er alltaf verið bara hátíðlegur í huga Guðna. En núna kemur það bara sjálfviljugur fram og segir þú að fara að gera eitthvað, við getum ekki beðið lengur.
En þú vill bara þetta síni þörf. Nei, ég meina það í bland. Allur ferill Guðjón Ágústssonar eftir að hann hætti á þingi hefur einkennst af því. Að hann vill helst vera einhvers staðar hátt upp á flaggstöng og láta vinda blása sig. Og hefur ýmislegt að segja, ekki alltaf gáfulegt, en það er gott að það er málfrelsi í landinu. En hvað varðar Framsóknarflokkinn, þó ég ætla nú ekki að fara að gerast málsvari hans, þá held ég að það sé náttúrulega þurfi menn þar á bæ, þeir þurfi náttúrulega að hugsa eitthvað sitt ráð og reyna að átta sig á því hvort að þeir ætla að halda áfram starfi eða bara deyja drottni sínum. En það er ekki fyrsta skipti náttúrulega sem það gerist að flokkar fá einhverja uppdráttarsýki og hafa hjarnan við, sko. Já. En þetta var einhvers konar áskorun, klárlega. Já, ég segi það. Hann var ekkit svona penni, hann bara, hann eiginlega krefst. Nei, og svo set ég spurningamerki við, sko, líkingamálið hjá Guðna í greininni, því að ég hefði, hann talar um að, sko, ég hefði í hans sporum talað um það að flokkurinn væri komin á bráðamóttöku eða einhvað slíkt. En hann talar um það að flokkurinn sé komin á líknardeild og þú snýrði ekkert aftur af líknardeild, þannig að ég held að hann hafi svona pínlítið miskilið struktúrinn í sjúkrahúskerfi landsins, en gott og vel. Eða stöðum að það Framsókn er bara svona? Mögulega, bara mjög kaldri við það. Það er bara næst kistulagning. En það og maður upplifir það alveg að nú hefur maður bara í gegnum sinn vinnustað afskipti af svona reykvísku framsóknarmönnunum og þeir eru afskaplega aumir og hluti, og það er náttúrulega mjög magnað. Ég meina Framsóknarflokkurinn nær engum þingmanni hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvorki í Reykjavíkurkjördæminum né í Kraganum, mælist áfram ofboðslega lágur í Reykjavík sem að veldur síðan taugaveiklunar viðbrögðum sem að skilar því að flokkurinn er dottinn út úr meirihlutanum í borginni, og mér sýnist að hluti Framsóknarmanna kenni formanninum mjög eindregið þetta og lítið svo á að þingmennirnir og ráðherrar gömlu ríkisstjórnarinnar hérna á höfuðborgarsvæðinu, þeir séu svona saklaus fórnarlömb í þessu máli öllu saman og hafi ekki borið sérstaka ábyrgð á því hvernig fór. En á móti kemur að Framsóknarflokkurinn fékk þó 2 þingmenn í kjördæmi formannsins. Þannig að þá hlýtur maður að spyrja sig, er hann augljóslega eina vandamálið í stöðunni? Já, ég meina, það er oft svolítið erfitt að svona, maður kannur þetta ekki alltaf á svona hvað er í gangi í öðrum flokkum. Nei, þú veist, ég meina, það er bara alls konar svona hlutir sem að engir skilja og sjá nema bara flokksmenn og flokkstofnanir og allt þetta, sko. En ég lesi þetta nú bara þannig algjörlega óháð grein Guðna að það er auðvitað bara eðlilegt eftir síðustu kosningar, það verður alveg heilmikil breyting á pólitíska landslæginu. Bara heilmikil breyting, sko. Það var hrein ríkisstjórnarskipti, það eru flokkar að stækka mikið sem að áður höfðu verið talsveit smærri og svo öfugt, sko. Þetta bara kallar á eitthvað endumat í þeim flokkum sem að fengu þessi úrslit svona óþægilega í hausinn. Men þetta er auðvitað það sama og er örugglega að gerast inn í VG og hjá Pírötum og ég held að þetta sé svona bara það er náttúrulega borgarmálið, sko. Jú, svo kemur það ofan í þetta, sko. Ég held að þetta sé, það er ekkert óeðlilegt við að þetta sé í gangi. Ég meina, kosningarnar höfðu miklar afleiðingar inn í Sjálfstæðisflokkinn líka, sko. Þetta en hvað vakti fyrir Guðna við þessa grein, sko, ég hef nú tekið eftir því að það eru nú sömur að setja samansemmerki á milli þessar greinar og svona því að Lilja Alfreðsdóttir hefur verið áberandi svolítið í fjölmiðlum. Ég veit ekkert hvað er til í því, sko. Nei. En flokkar eru bara í einhver endumati eftir erfið kosningaúslit, sko. Ég held að sé ekkert óeðlilegt við það í sjálfu sér, sko. Og það hitnar auðvitað undir formönnum hvernig svo sem að hvernig svo sem spilast úr, en það er alveg rétt hjá Stefáni, hann fekk þeir fengu 2 menn í 2 kjördæmum og 1 í 1
Þannig að Sigurður getur nú væntanlega alltaf vísa í það. Já, en það sko, leiðin út úr þessu, hún getur verið svo erfið, þetta svo bratt sem þarf að gera fyrir flokk sem komin, Halldór Ásgeirsson, hann sagði það sér bara bæði formennsku og forsætisráðherra embættinu vegna slælegra útkomu við Framsóknarflokksins í sveitarstjórnarkosningum. Mér langar aðeins að tala þetta, maður fann alveg fyrir þessu eftir þessa útkomu. Ég tók nú nokkuð virkan þátt í kosningabaráttunum fyrir Alþingi og maður fann alveg líka bara í vettvangi borgarinnar og umræðinni að þeir voru vængbrotnir og miður sín eftir þessi kosningaúrslit og þetta fór eins og það fór náttúrulega núna. Ég tek við sem oddviti 21. janúar því Kolbrún fer inn á þing og Dagur fer út og 21. febrúar þá skrifum við undir samstarfsyfirlýsingu. Þetta hlutirnir hafa gerst breyst gríðarlega mikið og maður finnur að þau eru svona eins og þú veist að lýsa á Alþingi þau eru að máta sig í stjórnarandstöðunni og ég held að þetta sé gríðarlega erfitt því að Framsókn hefur verið svo lengi í stjórn, reyndar ekki í borginni, en maður sér þetta líka í þinginu, fylgist nokkuð vel með þar. En það sem svolítið sérkennilegt að þeir eiga, þetta svo erfitt að því þeir eru búin að koma sér svo víða inn í kerfið og maður sér þetta til dæmis í samband íslenskra sveitafélaga. Þar eru þeir til dæmis í stjórn með meirihluta og í flestum sveitarstjórnum, það Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur og það til dæmis mjög athyglisvert að reynda núna í fyrsta sinn var Viðreisn að fá í kjördæmum út allt land, það er ekki rétt hjá mér, en til dæmis það enginn í stjórn frá Viðreisn í sambandi íslenskra sveitafélaga og það er bara Framsókn og Sjálfstæðismenn. Og svo reyndar formaður frá Samfylkingu en þeir eru gríðarlega öflugir svona út allt land og þá er þetta svolítið pirrandi að hafa ekki þarna í ríkisstjórn og ég ætla samt bara að fá að halda því til haga sko, þessir flokkar tveir, þeir eru auðvitað búin að vera við stjórn nánast allan lýðveldistímann saman eða í sikkur lagi eða hvernig þannig að ég er ekkert ég meina hvað maður segja, samúð minn er ekkert eitthvað ólega mikið með þessu ástandi. Það er bara hollt fyrir alla flokka líka verið í stjórnarandstöðu og kerfið okkar eru þetta bara þannig uppbyggt að það verða valdaskipti og það verða breytingar eftir kosningar og annað en þetta er örugglega svolítið erfiður veruleiki að fóta sig í svona fyrstum sinn eftir svona langa valdasinnu. Innanflokksátök eru svona oft skemmtileg fyrir okkur hinn sem stöndum utan við það. Já, erfitt að lesa í þau þegar maður er ekki í flokknum og kann ekki fylkingar og allt þetta sem menn skrifa svona opið bréfi eins og Guðni þá fer ekkert á milli mála. Já, eins og Jón Gunnarsson við rétt fyrir formaskjör hann var nú líka eitthvað hann hýtti Guðrúnu og það er alls konar í gangi. Herri, við erum búin að sitja hérna í klukkustund og það er rétt rúma. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Stefán, Páll Baldvin, Sigmar og Helga og ég er ekki alveg viss hvað tekur við, en það er eitthvað sem tekur við hérna eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30
Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl á ný. Þegar ég kvart ykkur áðan þá sagðist ég ekki alveg vita nákvæmlega hvað tæki við, en ég búinn að fá gest í myndverið. Það Gunnar Smári Egilsson, hinn sonum Egils. Vertu velkominn. Já, takk. Ég gæti ekki verið með ykkur hérna áðan að það svona stundum verið bókanina þannig okkur. Það var líka daginn, það vorum að tala öryggismála. Já, bóka í öll sæti. Herriðu. Það var ekki líflegt og skemmtilegt? Jú, mjög gott, sko, mjög gott og hérna, já, bara mjög gott. Það Stefán Pálsson náttúrulega, svo minnugur að þetta fletta bara upp í honum með ártölu og hlera eins og kom vel í ljósi þessum þætti. Já. Svo var þetta Hann var eins og með þætti hérna fótbolta og sem voru mjög skemmtilegir
Og þá einmitt var maður að hlusta og auðvitað hefur maður á fótbolta og líka sögunni sem hann flettaði inn í þetta gæti oft verið sko saga sem hann náði langt út fyrir fótboltan. En svo var það annað sem maður hafði gaman að hlusta á. Þetta minni hans náttúrulega ekki í lagi sko. Hann gat þulið upp sko bakvarðinn í einhverju liði í Venezuela eitthvað 1956 og þuldi þetta bara linnlaust upp þessu, þannig að þetta ekki þannig eins og hann hafi sko lært þetta áður en hann labbaði inn í viðtalið. Nei. Heldur þetta furðulegasti, það svona gaman að hlusta á hann tala, svona eins og gaman að horfa á sko góðan svona kokk skera grænmetið eitthvað, þetta bara gaman að fylgjast með því tæknilega. Hann fer ekki fram með látum, hann bara alltaf kurteis og venjulegur. Hann náttúrulega með, hann fekk Guð gaf honum einhver svona básunurödd, þetta náttúrulega ekki, þau veit að tæknimennina frammi að þeir þurfa ekki að hækka upp í mikrofónunum hans. Nei. Svo Páll Baldvin, langt sem var vör við hann í svona umræðuþáttum. Ég var með svona sinna á föstudaginn í Spjallafréttir vikunnar. Ákaflega sjarmerandi ungu maður, skemmtilegur. Ég var alltaf gaman af Páli Baldvin, mér finnst það skemmtilegti maður sem maður hittir svona götum úti. Já, hann tala stundum myndrænt. Já, og bara ótrúlega svona lifandi áhuga á samfélaginu og snjall greinandi stundum. Já, mjög. Svo var Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Hún var svolítið hikandi fyrst að koma, en svo ákvað hann að bara, ég hef gott að því sagði hann, sjálf á sig, og kom og var... Hún var náttúrulega tók þátt í Dögun á sínum tíma, mest eftir Dögun. Og svo náttúrulega hún þetta hefur ábyggilega verið lífleg pólitísk umræða á æskuheimili hennar. Hún Sigurjón og svo Sigurður Þórðarsson, varstu ekki honum? Jú. Hann einn af góðgerðarmönnum Pressunnar í Kanada. Hann bjó til þá var hann að flytja inn ginseng. Rautt eðal ginseng. Og við bjöggum til að svo pakkinir í laginu, það eru 2x8 sem við gátum sett inn á plassið 2 og 4. Og þar leiðandi náðu við svona smá auka pening á móti heildsíðunum. Ég held að þetta, sem við sér það náttúrulega blöðin eru meira með dáin og horfin sko. En þetta breytist svolítið út að nota þessa aðferð. Það var Sigurður Pétursson. Ég er málkunnur úr honum. Ég tók þátt í honum við vorum með svona hálfgerð mótmæli á sjómannadaginn. Við eigum kvótan, ekki Samherji. Byggum til blöðrur, blésum þær út, gasblöðrur og dreifðum út á Granda. Og ég var að vinna með honum í þessu. Þá var hann kom frá strandveiðimönnum. Mjög skemmtilegt að vinna með honum sko. Herðu, Smári. Já. Ég verð að ræða við þetta erfiða mál sem innan hús. Já, ég veit ekki alveg, finnst þér það flokkinn og svona? Nei, þetta sem svona verið að vega þinni persónu. Já. Náttúrulega erfitt að verjast hugsunum annarra manna, sko. En yngar gjörðir. Meinarðu að ég sakar að hafa verið með einelti? Já. Ég er að pæla í því hvort að ég finna kannski annan vettvang til þess að ræða það. Og það er kannski, mér finnst það skiljanlegt að margir svona bara áttast ekkert á því hvað er að gerast í flokknum. Og við sjáum svona fréttir af þessu, en það er náttúrulega eins og við erum með opinn umræðu vettvang á Facebook sem við höfðum verið að ræða í kjölfarið á könnun sem var gerð meðal flokksmanna. Þá var svona alvarlegustu athugasemdirnar sem voru almennar á einhvern hátt. Þess að ekki það var augljóst að það var svona kannski 5% þátttakenda voru svona með sömu línuna með gagnrýni sem er kannski samstofn á því sem að Guardian hefur verið með. En almennu athugasemdirnar var þetta spjall, að þar væri svona menn, náttúrulega fyrst og fremst, það er ekki konur, sem að svona vaða uppi og í hvers skipti sem að þú setur eitthvað inn að þá er eins og fáir á þig eitthvað svona hýinu hjörð. Og við vorum að ræða það í framkvæmdastjórninni, hvort við ættum bara að hafa það þannig að hver mætti bara sitja inn eitt status á dag og eitt komment á klukkutíma, eitthvað svoleiðis, til þess að bara dempa umræðina. En því miður þá náðum við ekki í gegn, þannig að þessi umræð hefur verið svolítið þar
Þeir sem hafa komið fram og sagt, þú veist, áttu ykkur á því að við erum líklega að eyðileggja hreyfinguna, bara fyrir framan hundamanna fætur. Að þá kemur alveg hjörðin og ræðist á viðkomandi fyrir að vera andlýðræðis sinni og eitthvað hlera. Og svo náttúrulega taka fjölmiðlar þetta upp. Þetta minnir mig einhver leiti á manstu eftir átökin inn í Eflingu. Þegar Ólöf og Agnieszka og síðan Gabriel minnir mann heiti. Að þau fengu rosalega sess alltaf í mokkanum og hafa alltaf upplifað sig að þau væru þar með að byggjast upp sem eitthvað svona pólitískir þáttagatur. En auðvitað það ekki þannig, það bara mokkin að nota þetta fólk til þess að koma höggi á Sósíalistaflokkinn sem við vitum alveg að til dæmis gagnrýni á styrki til stjórnmálaflokka eða tæki fyrir umfjöllun Valhallar það, þá það bara 95% Sósíalistaflokkinn. Bjarni Ben var svoleiðis, núverandi formaður, Guðrún Hafsteinsdóttir, talaði það heldur bara í Laugardalshöll, tók dæmi þessa styrki og svo notaði þetta bara til þess að byggja fjölmiðl eins og það sé eitthvað glæpur. Þannig að þú sagði það heila sjónvarpsstöð. Heila sjónvarpsstöð. Og ég meina það ekki... Hvað fólk hefur séð fyrir sig? Ég segi alltaf líka, hvað gerðu hinni við peningin? Ef við fengum lang minnst, þá tókst að byggja þetta úr því. Akkur fólk ekki að spyrja hvað hefði veröldinni gerði Sjálfstæðisflokkurinn við peningin? Ég veit alveg hvað það hann eyddi peningunum í því að reyna að halda upp í ímynd Bjarna Benediktssonar. Eitthvað stöðuleiki og traust. Hér sitjum við í 50-60 fermetra plossi. Með mjög litla lofti. Já, sem ekki gott fyrir sjónvarp, en ok, þetta gengur allt og við erum það hefur alltaf verið í kringum mokkan og Sósíalistaflokkurinn alltaf fengi ekstra andof eins og við eiginlega megum ekki vera til og þú veist, þannig að það eru viðhlægjendur hann úti og það notað ýmislegt úr umræðinni sem hefur verið notað gegn mér. Ég kom inn í fréttatíman á sínum tíma, átti þar 29% hlut, var ritstjóri og svo gekk það ekki og fór á hausinn og það ekki kannski engum furðulegt núna. Ég raki þessa sögu stundum að þetta var eiginlega fótonum fór undan okkur í kosningunum 2016 sem var haustkosningar að þá bara hurfu auglýsingar og skilaboðin voru við auglýsingum í þessum kommunistasnepli og eitthvað hlera, þannig að það var mikið áfalla því að við vorum bara á barminum að geta haldið úti í blaði sem okkur taldi vera nauðsynlegt að hafa sem mótvægi við mokkan og þá var fréttablaði komið í hendurnar á Viðreisn held ég, það var búið að gerast þá eða var að fara að gerast. Og svo var það líka þeir sem að tengdust höfðu átt hlutana inni að þeir komu og sögðu bara ég geti þetta ekki það er bara fjölskylda mín kemur heim og segist vera fyrir aðkasti fyrir að styðja þessa útgáfu þannig að við vorum í miklu vandræðum og reyndum margt og gátum það svo ekki á endanum síðastu útborgunina þá lagði ég sjálfur inn 5 milljónir af mínum peningum til þess að vera hægt að borga laun en svo fór þetta bara á hausinn og þetta var gjaldþrot upp á 300 milljónir held ég útgáfa 3 daga vikunar dreift í öll hús á höfuðborgarsvæðinu gríðarlegt umfang sem ég held að teljist vera lágu upp að prentsmiðja Morgunblaðsins og dreifingafyrirtæki það buðu mestu og þar á eftir voru eigendurnir sem höfðu lánað til þess en svo töpuðust laun en það voru greitt út úr tryggingasjóði en mokkin hefur alltaf haldið fram að ég hefði stólið laununum eins og ég hefði tekið launin og farið með þau heim en það var öfugt já, ég fekk ekki laun held ég 2 síðustu allavega 2 síðustu mánaðamótin og fyrir utan það eins og ég var að segja að ég lagði sjálfurinn en ég hefði þurft að setja undir þessu og sömuleitt ekki við þess að gera ég geti sagt nei, þetta var ekki svona en þetta heldur bara alltaf áfram núna stökkva menn á þetta að því að menn vita það að mokkin er búinn að hita upp þennan pott og nota þetta sem enn eina sönnunin á hvurslans skýta klepri þessi Gunnar Már og mér finnst það bara sérstakt að menn sem hafa komið einhvern veginn að starfi Sósíalistaflokksins skuli vera bara til í það að kannski muni Sósíalistaflokkur ekki lifa þetta af
Það eru gríðarlegir flokkadrættir inn í flokknum og þegar svoleiðis gerist að til dæmis Karl Héðinn birti opið bréf og ég kaus að svara því ekki að því mér fannst þetta ekki eiga heima í opnum vettvangi. Þannig ég boðaði til fundar og bara ætlaði að kynna mína hliðmála og svara svo spurningum það sem bara eins og það verður búið til blaðamannafundar eða eitthvað, en bara inn í hópnum. Af því mér finnst eðlilegt að ræða þetta á þeim vettvangi. Að hreyfingin myndi ekki græða á því að vera að ræða þetta í Facebook-grúpum eða á síðum Morgunblaðsins. Þá var það túlkað sem eitthvað einræði, að ég hefði bara verið að tala á fundinum, en það var bara ég boðaði til þessa fundar, ef bara eitthvað vildi heyra mína hlið, þá gat það komið. En eflaust mun flokkurinn halda flokksfund eða félagsfund og þetta verður rætt, en mér sýnist að þegar svona gerist, þá hrekkur fólk bara tilbaka, Því að þú veist það, og það hafði verið að gerast hægt og bítandi í flokknum og kannski fyrir svona 1,5 ári að ég man einu sinni kom Sæþór Benjamin Randalsson til mín og sagði það var hug á því að taka við flokknum og ég sagði eitthvað við hann, vilt ekki byrja á því að bara starfi í flokknum og skapa þér traust og allt slíkt og svona. Og hann var með svona, bauð fólki í mat og var með einhverja fundi sem endaði með einhverjum svona hugmyndum að breyta flokknum mikið. Við bauðum honum að koma inn í stjórn, af því að við töldum að vera svona eðlilegt af því að það var alltaf verið hugmyndir í Sjálfstæðisflokknum að vera mjög breiður flokkur. Þarna ætti að rúmast inn í menn úr Alþýðufylkingunni en líka fólk úr Kvennalistanum eða Pírötum, Karl og Trausti sem hefur líka verið að tjá sig, þau komu úr Pírötum, úr Samfylkingunni eða VG og þeir sem voru utan hreyfingarnar. Við líka töluðum mikið við fólk sem hafði tekið þátt svona í búsaldabyltingunni og töldu vera mikilvægt að flokkurinn hefði líka einhvern veginn svona andblæna því og byggðum svolítið flokkinn upp af reynslu þessa fólks, meðal annars að þegar ég gekk á milli og var að heyra í fólki sem hefði tekið þátt í pólitísku starfi, að þá áttaði ég mig á því að það sem að særði fólk voru átök við félagana og það eru sár sem að bara virðast ekki gróa maður talaði við fólk bara sem hefði tekið þátt í einhverjum átökum inn í stjórnmálaflokki fyrir 10 árum eða 15 árum og þú finnur það stundu þú ert að tala við eitthvað að allt í náttúrulega bara heyrir það er aldrei gróið þarna, hún tala bara eins og það hefði gerst í gær Þetta er mikið rétt. Já. Þannig að við vorum með svona uppbygging á flokknum sem að var það að við vildum ekki hafa flokk það sem að væri svona einhver einn sem að drottnaði yfir öllu. Ég er stundum kynntur sem formaður flokksins en hef aldrei verið það. Ég er formaður framkvæmdastjórnar og ég er ekkert kosin sérstaklega, það er bara framkvæmdastjórnin kosin og svo velur hún sem formann og ég hef þar alveg bara sama umboð og aðri sem sitt í framkvæmdastjórn. Og svo erum við með framkvæmdastjórn sýnir bara sínum verkum og svo klauf hún sig í tvennt og bjó til málefnastjórn og það er bara sjálfstæðsstjórn sem hefur sitt umboð frá Sjálfstæðisþingi, alveg eins og framkvæmdastjórn. Þannig að framkvæmdastjórn er ekki yfir annarri stjórn. Og svo var það núna síðast kosningastjórn og við reyndum þarna baráttustjórn eins og Trausti var að rekja sem var að hafa þar inni svona þræði frá borgarstjórninni yfir í samtök leigjenda og öryrkja og þú veist fátæka eftirlaun sem er svo nauðsynlegt fyrir borgarstjórnarflokkinn að hafa tengsl út í grasrótina þannig að hann sé fulltrúi fólksins sem við erum að berjast fyrir. Við erum ekki að berjast fyrir eigin hugmyndum. Ég held að það sé miskilningur hjá mörgum Við erum ekki að berjast fyrir eigin hugmyndum. Þegar við reisum fánan og segjum að við ætlum að stofna Sjálfstæðisflokkinn, að þá erum við að segja að við ætlum að reisa upp baráttu fyrir hönd kannski við teljum að langstærsta hluta almennings en áttum okkur á því að við höfum kannski ekki náum ekki þangað strax í upphafi en við viljum rétta hlut þeirra sem að hafa það verst. Við höfum orðað svoleiðis ef að bíllinn er bilaður, ef það er sprungið dekk, þá skiptir dekkið. Þú veist, ef við erum með samfélag, þar sem að fólk sem er að glíma við fátækt eða fólk er að glíma við mikinn óréttlæti, þá ættum við að hafa allan fókusin á að laga það fyrst. Þetta er svona okkar sjónarmið á meðan að flokkarnir sem að telja auðvaldi sér drifaflið í samfélaginu segja nei, við verum að byrja á því að tryggja að bílstjórasætið sé gott og stýrið sé fóðrað og svona. Þannig að við höfum alltaf haft þennan fókus. Þannig að við erum ekki að vinna fyrir
eigin hugmyndum það, hvernig það á að vera, heldur erum við að reyna að finna leið til þess að gagna sem best fyrir þessa baráttu. Og þannig hefur það verið. Þannig að þess vegna hefur ekki verið í flokknum svona vettvangur til þess fyrir þá sem eru kannski svona alþýðufylkingin að gagnrýna þá sem þeir kalla krata. Þetta ekki alveg vettvangur fyrir það. Heldur hugmyndin svo að við höfum slembivalda hópa sem að búa til stefnu. Og þannig ef við erum tveir saman í flokknum, að þá það samkomulag það að við vinnum bara saman að þessari stefnu. En við þurfum ekki að vera deil, að ég ekki sammálaunni nema bara 85% og þú líka, en það eru önnur 15% sem að ég myndi vilja hafa öðruvísi heldur en þú. Þannig að við sem ekki eyða orkun okkar í að vera deil það og rífast það. Þess vegna segjum við, þetta bara lýðræðisleg aðferð við að þessi slembivaldir hópar, almennar og félagsmanna sem að velja stefnuna og við sem erum svo kosin inn í einhverjar stjórnir, við erum bara framkvæma það. Þetta var svona línan, en þetta var það sem að Sæþór Benjamín kynnti á sínu fundi og hafði nefnt á aðalfundi áður að hann vildi hafa flokkinn allt öðruvísi upp í þann. Og allt í lagi með það. En við semst ákveðum að hafa stjórninnar, það væri svona ýmsar raddir í stjórnunum og þannig væri það best fyrir flokkinn. En það leiddi til þess að við vorum næstu í 4 mánuði að koma því tillögu á borðið fyrir Sjálfstæðisþing stofnun á kosningastjórn vegna þess að Sæþór og meðal annars Kalli vildu vera í báðum stjórnum. Og við sögum, nei, það brýtur alveg á skipulaginu sem við samþykktum og mikið ráð fyrir að margir hafi gengið í flokkin meðal annars út af því hvernig hann er. Þannig að við höfum ekki alveg valið að breyta þessu, vorum við að segja í framkvæmdastjórn. Og svo var þetta bara rætt fram tilbaka og endanum var búin til svona málamyndartillaga að þeir mættu vera áheyrnarfulltrúar, að þeir sem væru í einni stjórn mættu vera áheyrnarfulltrúar á stjórnarfundum. Og það var samþykkt á sameiginlegu fundi allra stjórna, af því að þetta er svona stórt mál sem tengist öllum stjórnum og lagt fyrir félagsfund, aðalfund og samþykkt. Og þarna verða þeir eitthvað leyti undir í lýðræðislegu vali. En þetta er málin sem að þeir eru að kvarta yfir núna, að þeir hafi ekki náð fram sínum vilja, þegar þeir vera ólýðræðislegt. Að þessu ólýðræðislegt að flokkurinn komist ekki að þeirri niðurstöðu sem að þeir vildu. Þegar að ég þegar að uppstillíkanefnd lagði fram lista í Reykjavík Norður þar sem að ég var í fyrsta sæti, þá stigu menn upp og mótmæltu. Það var fyrst og fremst einn maður sem opnaði umræðuna sem hafði unnið mjög skammar hríð á samstöðinni og sagði að ég hefði beitt sig einelti. Atriði sem hann hefur bent á eineltið af minni hálfu er samtal sem átti sér stað inn í svona sameiginlegum spjallhópi sem hét Samstöðin ritstjórn, held ég. Og af því að ég reyni að hafa þannig að ég tala við alla í einum hóp og ég og það á sama við stjórnarfundina. Ég er ekki að tala við stjórnarmenn á milli funda. Það er bara ýmsar ástæður fyrir því. Meðal annars af því að ég hef oft verið í svona stjórnarmannsstöðu og ég vil helst bara tala við fólk sem er svo bara aðrir eru vitni af eitthvað hlutis. Og það er líka hættulegt af því að ég er maður kannski ráðandi í stofnunarflokksins að fólk frammi spurji mikið að ykkur og ég segi, jú, helviti, minnst það góð hugmynd og þá farið það síðan inn í sína stjórn eða eitthvað og segja að Smári vildi þetta og hitt, Þannig að ég er svona reyni að var bara sem minnst svona bein samskipti en tala svona inn í hópin. Þannig ég sendi inn í hann hóp, hafði fengið bréf frá ljósmyndara sem segir þið hafið byrt þessa mynd sem að ég á höfundaréttina við Óleifi, hvert á ég senda reikningin. Þannig ég kópira þetta og setja þetta inn í þráðinn og segi á ég að senda þér reikningin og nefni blaðamanninn. Þetta finnst honum vera dæmi einelti. Að ég hef verið að niðurlægja sig fyrir framan hina. Það sem við erum með ákaflega litla peninga hérna og við vorum að gera tilraun á því að við getum náð að lyfta vefnum hana upp, eða fréttavefnum. Þetta var á sama tíma sem að Kalli var að vinna en sem hann hefur sjálfur bent á, hann gat ekki uppfyllt að skrifa 3 fréttir á dag. Og við söfnum peningum hérna eins og þau hlusta á mig gera hérna, að allir peningarnir sem leggið inn fyrir að búa til efni.
Þannig að við verðum að fara vel með þessa peninga og ef áskrifendur gefa okkur pening til þess að búa til efni þá verður það að fara í efni. Ég get ekki láta eitthvað fá peningin þótt hann sinni ekki í starfinu sinu en hann sé gúti gæi þar fyrir utan eða eitthvað svoleiðis. Og það líka mikilvægt að við missum ekki peningan okkar í að vera að borga óleyfilegar notkun á myndum sem er bara klaufagangur og þannig ég verð að segja að þetta er bara alvarlegt mál. En það er engu sem dettur í hug að þessi maður verður rukkaður eða eitthvað slíkt. Ég bara að segja það er bara alvar í þessu. En þetta er dæmi einelti. Annað sem að Kalli segir að það sem ég er að ganga á eftir honum að skila sínum vinnuskyldum. Trausti Breiðfjörð skrifaði að hann hefði kulnað í starfi borgarfulltrúa út af mér. Sagði að starf borgarfulltrúa væri 200% vinna. En ég hafi viljað að hann kæmi inn í félagsuppbyggingu hér. Þetta var ráðagerðir sem að náðu alveg frá síðasta kjörtímabili sem að var svipað ég var að lýsa áðan. Mikilvægi þess að borgarstjórnarflokkurinn hafi svona tengsl út í samfélagið og fyrir þá hópa sem að hann er að berjast fyrir. Og hafði verið gert samkomulag við fyrri varaborgarfulltrúa að koma svona litið á svona hluti hans starfi væri að byggja upp þetta sem er annars vegar mjög gott fyrir flokkinn að fá slíka baráttustjórn en líka mjög gott fyrir borgarstjórnarflokkinn að hafa þessi tengsl þar sem að þú sem borgarfulltrúi getur verið að leggja fram tillögur frá leigjendum eða námsmönnum eða öryrkjum þar sem með svona beina tengingu því að það er svolítið hætta og þú veist það sem þingfréttaritari og ég held að sé enn frekar í ráðhúsinu svolítið hætta og bara dettir inn og farir bara að svara e-mailum og mæta alla fundina og alltaf sinna þinni starfi en ert kannski ekki í svona pólitískri baráttu þar sem út að færa til kannski umræðu grundvelli sem er svo mikilvægt fyrir svona flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem kemur eiginlega bara allt annars staðar inn, er fulltrúi allt annar að radda inni. Þannig að það er mikilvægt að við séum jarðtengt. Öll þessi samskipti átti ég við hann og Sönnu á sama tíma. Ég fór og skoðaði samskiptina því ég á mest í samskipti við fólk bara á Messenger. Fór og skoðaði og ég var sáralítið samskipti sem ég átti við Trausta og ég bara sáraseldan tala við hann sko. En hann upplifði það sem er kannski eðlilegt fyrir unga mann að detta inn í borgarstjórn og það er horstælu umhverfi þar sem að þú þarft allt í að vera alltaf að standa fyrir þínu og ert með athygli á þér og eitthvað fleira og svo er óskað eftir því að þú takir líka þátt í uppbyggingu flokksins og þau voru með þætti komu fyrst inn á rauðaborðið og ég spjallaði við þau sendu mér svona punkta, svona 3 atriði sem vildu spjalla við og við spjallaðum það sem bara fréttir úr borginni sem að síðan þróaðist yfir í Reykjavíkurfréttir. Og honum fannst þetta að vera of mikið og ég veist ekki það og hann bara kulnaði og fór í veikindaleyfi og sagði svo af sér. En hann segir núna að það hafi verið út af mér. Ég þú veist, mér finnst það bara ekki trúlegt. Nei. Þú veist, því að ég meina hann ekki og þetta kom upp núna sko í því að í þessum tilraunum Karls til þess að með við stundum bara kveiki í flokknum sko. Já, þetta er ekki gott. En ég held að segja hann að því að vera að segja þegar ég eineltis með myndina sem maður mátti ekki nota að það hefur einelti. Þá fóru umræðu fram á þeim félagsfundi og það var svo samþykkt á félagsfundunum að fara tillögu uppstilltingarnefndar að ég væri í 1. sæti og var í 2. sæti og svo eitthvað fram til götunum. En þeir eru að taka þetta upp aftur sem að þetta hefur verið mistök. Þannig þeir beygja sig ekki undir lýðræðislega ákvörðun. Og svo halda þeir fram að Sanna hefði ekki lagt þetta til, heldur hafi ég neytt hana til að leggja þetta til. Líklega hef ég neytt fólk til þess að kjósa með þessum hætti og allt með þessum hætti. Og ég eins og núna fer ég að skoða samskipti við þessa menn og það maður alltaf ekki velti stundu fyrir sem get ég verið bara klikkaður. Ég bara sé ekki, þú veist, að því ég var með margir að senda mér og rétt ímyndar á að fara að kjósa, þú veist, hvatningu sem að, þú veist, það er bara þannig og það er bara út af fyrirferð minni og þetta.
Og þú veist, ég er einn að fáum sem að fá raunverulega hvatningu til að bjóða mig fram til forseta sem ég bara hlæja og segja þetta bara galin hugmynd. En svona þetta. Þannig að ég fæ svona, og þetta getur maður orðið bara eitthvað bilaður. Þú veist að 18 manns skora á þig og þú heldur að sé þjóðin, eitthvað svona. Þannig ég skoðaði árangurinn út af kosningum og ég er í Reykjavík kjördæmi norður og Sanna hefði valið sér Reykjavík kjördæmi suður og það er ekki þannig að þótt að við höfum fengið að 2021 fleiri atkvæði Reykjavík norður heldur Reykjavík suður. Þá var það aldrei þannig í aðdraganda kosningana að það mældist þannig. Við höfum alltaf mælst meiri í Reykjavík suður heldur Reykjavík norður. En þótt að við höfum fengið fleiri atkvæði í Reykjavík norður 2021. Og fyrir kosningarna þá man ég síðasta könnunin sem að sýndi skiptingu milli kjördæma þá voru með 10% í Reykjavík söður og 8% í Reykjavík norður og fyrsta könnunin eftir kosningar þá voru við með 8% í Reykjavík söður og 6% í Reykjavík norður. En við fengum fleiri atkvæði í Reykjavík norður. Þannig ég get ekki sagt þeim að já, þessi strákar hafðu rétt fyrir þér. Ég dreg niður fylgi Sósíalistaflokksins. Það er Sósíalistaflokkurinn myndi ná miklu meiri árangri ef þessi Gunnar Smári væri ekki þarna. Ég sé það ekki í niðurstöðum kosninga. Ég sé það ekki í kosningu á félagsfundum. En hins vegar eftir að við ákváðum að hleypa þessum svona þetta eru menn sem að ég held að bæði Sæþór og Karl eru í stjórn Díamat sem er svona lífsskoðunarfélag sem að stofnendur alþýðufylkingarinnar eru með. Og þeir eru svolítið þar megin í pólitíkinni. Það var viljað með svolítið harða afstöðu vera leiðrétta söguna á Vesturlöndum sem er mjög neikvæð saga sósíalismans á Vesturlöndum. Ég vilja taka þannig og benda á að sósíalisman á Vesturlöndum er frelsis- og hagsmunabarátta almennings og hefur leitt alls konar hluti fram bæði í gegnum borgarleg stjórnmál og verkalýðshreyfingu og annað slíkt. En þeir vilja kannski leggja meira áherslu á Sovétríkin og Kína og annað slíkt. Að það sé hinn raunverulega saga sósíalismans í hinum sósíalísku ríkjum. Þetta er sýn Vesturlandana á þessi ríki galin ótrúlega neikvæð og við getum ekki talað bætta heilbrigðisþjónustu eða húsnæðis átök í Kína án þess að sé verið að segja að þar með séu við að samþykkja gúlagið og þetta er allt saman. En ég tel að ef við tökum fánan og segjum við ætlum að berjast fyrir þá sem eru kúaðir á Íslandi í dag, þá sem að búa við óbærileg lífskjör og fleira, þá getum við ekki lagt þann fána niður til þess að fara að berja, fara að leiðrétta sögu Stalín eða Mao, það bara er ekki okkar verkefni. Og ef þú vilt gera það, þá getur þú haft bara þinn eigin klúbb einhvers staðar, eins og til dæmis alþýðufylkinguna okkurlega. Ég þekki þið nú ágætlega Smári. Mér finnst að þetta núna Það er ekkert lagt mat á hvað þú þekkir mig, þú er bara að þekkja mig lengur en ég. En þetta samtal okkar verður líka, þetta er ekki pér, því að þetta er bara einhver flokkadrættir og þetta verður lítið á þetta sem enn eina sönnunina einhvern anskot. Nei, ég ætla að segja, þér er svolítið brugðið í þessu máli. Þú er svona kemur illa við þig. Þið geta vont. Já, af því að það verður talað um svona einelti og svona. Það er ástæðan fyrir því að það eru konur í flokknum sem eru mjög reiðar þessari stöðu. Það sem eru einhverjir svona ungherrar sem eflaust hafa verið særðir í uppeldinu af einelti og öðru slíku og ganga eru mjög viðkvæmir, koma með svona sært ego utan á sér. Að þeir eru að nota orðfæri sem eru úr mjög alvarlegum ofbeldismálum gagnvart konum. Þeir eru að tala ofbeldi, þöggun og slíkt og allur stíllinn af þessu er þannig. Þannig að ég er að sumu leyti er bara með eitthvað svona, með þetta stundum eins og ég sé, ég vona að það hljóma ekki hrókafullt en með svona bara hýenu hvolpa sem er bara gjamma. Ég var með fundin hann í vikunni, þar sem ég reyndi bara að fara yfir, þú veist, af hverju Sósíalistaflokkurinn ákvað að verja peningu sinum inn í vorstuðlun og alþýðufélagið. Þetta bara fara yfir svona gamlar ákvarðanir og hvað lá að baki þeim, af því að nú er verið að reyna að láta lítið út þetta sé allt svo annarlegt, jafnvel að ganga inn í, af því að ég var að tala með Moggan, Það er annars vegar með launaþjófnaðinn, þar sem að þeir reyndu að sannfæra mig það að ég hefði verið með launaþjófnað. Það var líka reynt að sannfæra að ég var einn af aðalgerendunum í hruninu. Ég var aldrei til meðferðar hjá saksóknara. Ég er ekki nefndur í skýrslu Alþingis.
Ég hvergi nefndur í neinni rannsókn á hruninu. En samt bara alltaf verið haldið fram að ég hafi verið gerandinn í hruninu. Og ég hef aldrei fundið neina leið til þess að leiðrétta þetta, því að það skiptir engu máli hvað það segir. Síðan kemur fréttatíminn í gjaldþrot og þá heldur mokkið því fram að þessi launaþjófnaður og einhverjir svona ýta undir það. Og svo kemur þetta og ég skal þú varst með mér á fréttatímanum. Nei, fréttablaðinu segir. Og ég man átöki sem voru í kringu það. Og það voru svona í minningunni þá fannst manni bara að fólk bara breytti hárgreiðslu það var svo rafmagnað andrúmsloftið. Við vorum með valdamesta mann Íslands, Davíð Oddsson á móti okkur og við vorum að fella Morgunblaðið sem hafði verið með drottnandi stöðu yfir íslensku umræðu áratugum saman og var lykillinn og það má sjá það, minnst það því að menn er alltaf að velta fyrir því okkur Sjálfstæðisflokkurinn að tapa fylgi. Hluti af þessu þetta. Að hann misti sína drottnandi stöðu yfir allri umræðu sem að var í gegnum mokkan. Og þetta var litið svo alvarlega á þetta að það voru linnulausar árásir á okkur. Það var linnulausar heimsóknir inn á til Baugs eftir að þeir komu inn í þetta og ég held að til haga að þeir komu inn í það sem við vorum að gera. Það var ekki þannig að við varum að gera eitthvað sem að þeir vildu. Linnulösa heimsóknir að þeir yrðu að losa sig við hennan Gunnar Smára sem ritstjóra. Bara alls konar skýrslur sem við vorum að sýna fram á og suðuðu í öllum, bara upp eftir öllu, í stjórninni, framkvæmdastjórninni og alls þar. Bara linnuleg svona átök og árásir og við varum baugspennar. Allt sem við gerðum átti að vera bara, við vorum að handbenda ykkur annað svona úr kalda stríðinu. Það skiptir engum alveg hvað þú segir, þú ert bara handbenda ykkur erlendra afla. Allar aðferðir nota til þess að grafa undan okkur. Og það var rosalegt álag, Ég man alveg eftir þessum tíma, Það sem var bara allan daginn. Ég man það líka. Það var allan daginn. Skótar á sér þegar maður fór í vinnuna, þá var eins og maður væri held á svona stóru vaskafatti fulla af vatni og þegar maður fór úr vinnunni, þá var, það var bara, en okkur tókst þetta. Við fórum í gegnum alveg ótrúlega veggi og það bara og slagsmál hér og þar. Já, og gaman að ná þessum árangri í hópi af þeim, af því ég held að það hafi verið þannig að þegar við byrjuðum að þá mátti ég ráða 21 en ég náði bara ráða 20 eða hvort að ég mátti ráða 22 en ég náði ekki fleirum sem hafðu trúað þessari ferð. Það var einn sem hætti þegar fór í þrot hjá djöfaföðgum, hinn héldi áfram. En allir þessi 20 sem hefði trúað þessu í upphafi, að þeir náðu að taka þátt í þessu þegar við erum unnum stríðið. Og út úr þessum hópi kom ótrúlega sterkt fólk sem hafði mikil áhrif á blaðamennskuna mörg ára á eftir, líka út úr auglýsingadeildinni. Þetta var bara fólk sem umbreytti auglýsingabransanum á Íslandi. Þannig að kom út úr þessu svo, að því þegar fólk næra að vinna svo sigur saman, það verður svo sterkt. Og þannig að þar var svo rosaleg svona samheldni í hópnum. Að þó svo að ég væri alltaf með annað fóti svona úti og þurfti að taka eitthvað svona bögg og leiðindi sem að þið kannski vissuð aldrei af og eitthvað þú veist og að þá fannst mér ég upplefa þennan sameiginlega sigur En svo þegar það var ljóst að ég gat þetta ekki að þá bara sætti ég mig við að mér var sparkað upp og ég var gerður að einhverjum forstjóra upp og út. Já, ég orðaði þannig. Þegar að hins vegar og svo eftir þegar hruni kemur og þá kemur þessi svona að ég hafi verið bara einn af aðalgerandum í hruninu og þá átti ég mjög erfitt með og þá bara dró ég mig í hlé og það hafði tölur áhrif á mig að bara missa allt í einu bara málfrelsið og ég hef nú sagt frá þessu og ég byrjaði að skrifa mat og ef þeir fólk sem að lesa það átta sig eða að lesa að þá ég ekkert að skrifa mat ég bara skrifa kapitalisma og hvernig hann að eyðileggja það sem við borðum. En síðan og það þróast einhvern veginn að ég með svona vangaveltur og þegar Trump kosinn að þá hugsaði ég kannski þetta sem ég var alltaf að reyna að breyta samfélaginu með blaðamennsku kannski það bara ekki hægt. Þannig að nú bara sá tími kominn að þú veist eftir hruni þá hefur haldið að auðvaldið misti völd sín en það gerðist ekki. Þau eru bara aldrei verið sterkari. Og það var allt bara Trump kominn eftir Obama og ég bara hugsaði,
þetta var bara kannski bara vittlis allan tíman að maður gæti breytt heiminum með því að bara stunda blaðamennsku og draga fram það sem satt, því að nú bara sá sem að auðmenninni hann bara tekið yfir blöðin. Eitthvað geti kent mér það því að fékk baug meðal annars til þess að endur þess að fréttablaðið. En það var það að við fengum Kaupmenn í Reykjavík til þess að verja sinna auglýsingamiðil til þess að við getum haldið áfram okkar blaðamennsku. En eftir hrun þá bara tóku allir völdin, auðmennirnir völdin á Mogganum, á fréttablaðinu og bara tóku völdin það sem við vorum. Þannig að ég hugsaði, ég held að við verðum bara að stíga fram og bara fara í baráttuna beint. Það ekki hægt að vera, þú veist, einhver svona hálf hlutlaus blaðamaður, heldur við að taka þátt. Og það bara ástæðan fyrir að ég vinna stofnun Sósíalistaflokksins. Þá kemur þetta, þá ég á fréttatíminu ennþá og þá hafði áður verið þessi aðför með að auglýsendur dróðu sig bara tilbaka og ráðist af fólki sem var í stjórn og fleira. Og svo kemur fer blaðið í þrot og þá ég sakaður launaþófnað. Og það var rosalega erfitt, af því að þá þau komið með og maður sér allt inn í býtu, það rosalega vilji til þess að búa til Sósíalistaflokks Íslands. En þeir koma bara og ráðast á mig og reyna að gera það þannig að ég sé eiginlega fyrir. Og það erfitt, sko. Að þú kemur inn og þú veist allir að segja að þú veist að gera gagn eitthvað svona, en samt eitthvað svona, já, kannski ég bara eyðileggja eitthvað. Þannig að við fórum bara, en svo bara héldum við áfram og byggðum upp þessa hreyfingu með teskeið. Síðan þegar átökin kringum Eflingu og verk sem að kona mín hafði unnið fyrir Eflingu, fólki í Eflingu, sem að mér hefur alltaf fundist bara eitt af því stórkostlusta sem hefur verið gert í svona alþýðu valdeflingu. Með þetta bara stórkostlegt verkefni. Að þá var Mogginn að ráðast á það að Sólveig Anna hafi verið að draga fé úr Eflingu til þess að fjármagna mig. Með þetta bara svo ósangað, sko. Fyrsta lagi var þetta Aldalóa sem gerði þetta. Í öðru lagi þá var vinnan sem hún lagði í þessu að valla það að Efling keypti myndirnar, sko. Hvað þá allan textan sem fylgdi og allt þetta. Þannig að þetta var unnið af hugsjónastarfi. Þannig að það var ráðast á mannesku sem var unnið af hugsjónastarf fyrir að vera að sölsa undir sig sjóði almennings. Þá fann ég allt í einu í fyrsta skipti á ævinni fyrir svona kvíða. Og allt í einu fann ég bara, hvað þetta erfitt. Og ég hugsaði bara, já, nú skil ég hvað fólk að tala um, sko. Af því allt í einu kemur bara svona lamandi tilfinningu og finnur það í fótunum og eitthvað svona. Og það bara kannski af því að þar ég engi þáttakandi, sko. Þar ég eiginlega bara áhorfandi. En það sem að bæði Sólveig Anna og fyrirverandi kona mín lenda einhvern veginn í eldi út af þessari anstigð Valhallar sem hafa á mér og óttanum, og ég verð bara að segja það. Þeir eru bara skítræddir við að þeir eru að reyna að drepa allt sem ég kem nálagt, ekki vegna þess að ég sé að eyðileggja baráttu sósíalismans. Þeir bara trúa því að besta leiðin til þess að kæfa sósíalismans er að kæfa mig. Að þá fann ég þá fann ég fyrir þessu að kannski ég bara orðinn gamall og svona, kannski svo hugsa maður það líka, sko, hvað á ég að standa í þessu og eitthvað svona. En svo veist, ok, og svo höldum við bara áfram og við byggjum upp samstöðuna og sem að eitt af því bara jákasta sem ég hef gert, svona það sem að viðbröðin sem ég verð við út í bæ og svona, þú verður örugglega við þetta, þú fer út í búð og svona, það kemur fólk alveg hleypur yfir mjólkurkælin til þess að þakka manni og líka held ég að einhvern veginn rata á eitthvað svona að þetta, að vera með bara svona umræðu við þetta borð með margs svona raddir, að það sé eitthvað sem okkur vantar inn í samfélagið. Við erum kannski bara á einhverjum tímamótum á svo margan hátt í samfélaginu. Og að sumuleyti að því ég var að tala með hvernig við horfum á sósíalísku söguna, það var alltaf, þegar við vorum að byrja með Sósíalistaflokkinn, að við ætlum að endurskapa sósíalistan inn í okkar samtíð. Og það er ekki með því að taka línuna frá Stalín eða Mao eða eitthvað svoleiðis, heldur raunverulega það. Að hvernig ætlum við að taka því að sósíalismi er fyrst og fremst hugsjón. Hann er miklu frekar heldur en verkfæri. Hann er logi og fáni og eitthvað svoleiðis. Þannig við verðum að ná að endurskapa hann. Og mér finnst einhvern veginn að við ratað á
gott form hérna við Rauðaborðið, þess að við erum í alvörunni að reyna að skilja heiminn sem við erum í og hvernig við getum brugðist við. En því þú spurði hérna að ég finn það alveg núna þegar ég er með svona umkringdur af einhverjum hýjenu korpum sem að gjamma og alveg sama hvað ég segi, sko, það er alltaf einhver einn sönnunin að þú veist, annarkvort er ég að gera of lítið og mikið og segja of lítið og mikið eða annarkvort er of mikið lýðræði í flokknum út af þessu hérna að við erum með til dæmis slembivaldastefnu eða það er hérna of lítið lýðræði af því að hérna að menn ná ekki að þröngva fram sínum skoðunum. Eina af þessum sem að Karl hefur lagt áherslu á er að hafa svona opna félagsfundi þar sem stjórnin að koma og hérna ræða sín mál og þá er hugmyndin svo að þú ert eiginlega með alveg svo með sósíetaþing sem að kýs stjórnir og það eru trúnaða fólk sem er falið að sinna ákveðnu verkefnum en ef þú hefur sko fundi sem eru bara alveg opnir einu sinni í mánuði að þá virkar það þannig eins og var hjá Pírötunum að stjórnin að koma og bera það fyrir fundin sem oft er bara tilviljun hverjir mæta hérna fyrir frammi. Það er ekki hinn almenni flokksmaður sem mætir helst og ákveðin hætta á því að einhverjum takist að smala bara inn í að þá myndi það þýða það að ef þú ert að vinna í framkvæmdastjórn eða málefnastjórn eða kosningastjórn að þessi fundur eiginlega tekur af þér völdin og segir þér fyrir verkum hvað þú ert að fara að gera. Og þetta það er af ástæðu sem þetta er ekki svona hjá okkur. Af því að þegar ég var að ræða þegar við vorum að stofna vandamál Píratana sem að höfðu svona fyrirkomulag þannig að grasrótin var alltaf fyrir ofan alltaf, ekki bara á aðalfundi eða ekki bara á tilteknu fundu þess að vera að taka tiltekið málefni fyrir, heldur bara alltaf. Þannig að grasrótin gat eiginlega bara hringt í þann sem að var í borgarstjórn eða sem var í framkvæmdastjórn flokksins eða eitthvað og sagt þeim hvað er að gera. Og hver einasti í grasrótinni hafði á tilfinningunni að hann væri grasrótin og hans skoðanir væri hennar almenna. En þannig er þetta auðvitað ekki. En þannig halda margir að það séu. Menn halda að ef þeir hérna ná ekki fram sínum markmiðum í gegnum lýðræðislega baráttu að þá sé grasrótin höfð undir af einhverju flokkseigandafélagi sem er alveg hlægilegt að halda fram í Sjálfstæðisflokknum. Af því hér hefur aldrei neitt verið á launum. Hér erum við með sko 3 stórar stjórnir sem eru sko samanlagt 39 mann sem að sitja í þeim. Þannig að grasrótin og Kalli sem segist vera grasrótin, hann hefur sitið í stjórnum hér, hann er forseti Róða, hann satt í framkvæmdastjórn og var í kosningastjórn, vildi verið í báðum. Ég sé ekki, þú veist, hans framgangur hefur verið bara mjög mikill, hann hefur verið hérna með þætti, hérna Rauður raunveruleiki, ég hef aldrei skipt mér að ritstjórn þess þáttar. Ég ýtti svolítið í því að það koma stundum inn að menn til Íslands, meðal annars á vegum Ögmundar Jónassonar. Ég hef ýtt viðtölunum við þá inn í þann þátt af því mér fannst það að vera svona efni sem að hentaði svona ungliðastarfinu sem að ætti að vera svona hugmyndafræðilegt að einhver leyti. En að öðru leyti hef ég bara ekki skipt með þessu. Það er þáttur hérna sem heitir hérna Sósíalísk stjórnarandstaða. Þar hafa gagnrýnendur á mig og þeir sem eru mjög óanaðir ennþá úrslit síðustu kosninga haft hérna sínum vettvang. Þannig að í kosningabaráttunni var ég með notið samstöðuna meira, bæði í auglýsingum og er ekki góð leið til þess að tala við landsbyggðarkjördæmin, þessi stóru, af því að þú getur ekki verið á mörgum stöðum í einu. Gera það bara hér á Súmmi og vera kannski með 6 eða 7 fulltrúa úr landsbyggðinni, þú veist, einn af Ísafirði og annan af Sauðárkróki og annan af Akranesi og þarfundagötunum. Þannig að því að sömuleiðis er samstöð þannig að við byggjum það með þessum almennu þáttu sem við erum með, þá erum við að byggja raunverulega svona upp burðargetu og dreifikerfi og frá sjónarhorni flokksins að þá er það eftir það að vera sko burðarvirki sem þú getur hengt á. Þannig að við náum lengra en við myndum ná ella. En það hafa alltaf verið þessar raddir svona undan fyrir 1,5 ár að samstöðin ætti að vera sko með skýrari sósíalíska línu og þá er ég að meina sko svona alþýðufylkingar línuna að við eigum að vera að boða fagnarerindið, eigum ekki að vera að hleypa hér fólki sem er í Viðreisn eða öðrum flokkum, við eigum ekki að hafa almenna umræðu og þar hefndi göttunum og stundur látið eins og að samstöð sé svona eins og hún er núna vegna þess að það sé einhvern veginn mér að kenna heldur en vilji flokksmanna sé að hafa það líkara eins og þeir vilja og
Kalli lagði einhvern tímann til að samstöðin yrði að vera undir sko félagslegri stjórn sem myndi kjósa ritstjóra og eitthvað svona. Og þá það hugmyndin svo að þá myndi hann ná sko sínu fram. En þetta búið að vera svona í 1,5 ár og þess vegna var samþykkt í stjórnunum að gera könnun meðal almennra félagsmanna af því að maður alltaf aðtöku hvort að maður sé klikkaður. Getur að verið að viðbröðin sem ég fæ og þú veist, margir vita að ég í sósíalistaflokknum, þannig ég heyri mikið bara á það sem ég fer labbandi og líka fólk sendi manni alls konar skilaboð og mér finnst aldrei að þessi yfirlýsingum sko stórkostlega óánægju grasrótarinnar í flokknum. Mér finnst það ekki alveg að passa sko. Það sem að gera bara almenn svona viðhorfskönnun, svona svipað fyrirtæki gerir, þetta ánægði með stefnuna. Og það kemur fram svona meira og minna 90% að fólki bara ánægt. Það eru svona 10% sem óánægð og kannski svona 5% mjög óánægð. Og þá hugsaði ég, við höfum brugðist. Við höfum brugðist þessu flokki sko. Með því að snúa okkur að þessum sko 10% og kannski sérstaklega 5% sem eru óánægð og vera svona einhvern veginn þjónusta þau með því að taka rosalega langan tíma og svona bara orðið hálf lamað sko félagsstarfið inn í stjórnunum og félagsfundinir eru bara rjúka upp í einhverju svona reiðilestur yfir mér og ég bara hætti að mæta vegna þess að ég get ekki boðið fólki upp á það, þú veit að starfi einhverju sósíalískri hreyfingu og þetta að taka einhverju afstöðu með mér á móti ykkur bara ekki að bjóða fólki upp á þetta sko. Þannig að ég bara dreigum enda á ég bara 2 mánuði eftir að það í reglum flokksins að það verður engin meira en 8 ár formaður í stjórn. Þannig ég að draga mig til hins. En ég held þetta hafi verið bara algjör mistök að því að við verðum að hafa augun á boltanum. Það sem við erum að berjast fyrir eru hagsmunir sko þess sem við lofum að berjast fyrir, ekki að standa í einhverjum deilum við Þorvaldi alþýðufylkingum sko hvort að netstefnan hafi verið rétt eða ekki. Það bara ekki okkar hlutverk sko. Nei. Ég veit ekki að það var kannski langt svar við einfaldri spurningu. Já, þetta var nú spurningur endar en svarið var haldið það. Nei, en þetta sko, þetta stór hættulegt vegna þess að það svo margt jákvætt í húsinu. Maður finnur svona jákvæða anda og fólk tilbúið mæta til starfa í öllu. En mórallinn hefur verið vondur út af þessu sko. Og maður heyri það, eitt af því sem kom fram til þessi könnuninni, að þegar það spurt að geta fólk sendið inn svona alls konar athugasemdir. Og það kom svona kannski 20 manns í heildina sem koma með sambærar athugasemdir við allar spurningar. Og þar eru bara, þá hugsa maður það í gangi hér eitthvað svona herbergi, einhver sófi, það sem hefur verið að halda því fram eiginlega allt sem hefur verið gert hérna sé bara eitthvað glórulaust rugl sko. Og svona verið að því að ég hafi tekið sko peninga til þess að fóðra einhver laun mín hér á samstöðinni, það er bara alrangt sko. Ég fór ekki á laun hérna fyrir að voru komið áskrifundur til þess að standa undir þeim. En ég hef aldrei fengið neina peningar frá þessu flokki. Ég hef eins og lagt peninga inn í það flokk og ég hef lagt ómælda sko sjálfboðavinnu inn í það flokk. Svarið, eins og margir aðrir sko. Og ég meina Kalli hefur lagt mikla sjálfboðavinnu inn í það flokk. Það er bara þannig. Ástæðan fyrir því að hann sinnti, þegar hann var ráðinn hingað þá var það gert með því að hann þurfti að sinna tilteknum störfum sem hann sinnti ekki. Kannski fannst honum að hann ætti að fá laun af því að hann sinnti einhverjum öðrum störfum en mér fannst aldrei að ég hefði sko vald til þess. Og ég hefði viljað að þetta hefði farið betur þegar mörguleiti ágætlega í kalla spunnið, getur verið viljur og svona. Ég segi líka með fleiri sem hafa komið hingað en ég veit ekki. Nei. En þú veist, það er ekki upp á mína, trausti var að kvart yfir því að á fyrra kjörtímabilinu þá ákvað Sanna að láta 100 skall á mánuði inn í vorsturnuna. Og það er gert í svona anda annara sambærilegra flokka, meðal annars Enedlisten í Danmörku, miðar laun allra kjörna fulltrúa við svona góð iðnaðarmannalaun. Þau eru á móti þessum ofurháu launum sem stjórnmálastéttin skammta sér.
og Sanna ákvað að gera þetta með þessum hætti að skerða laun sín og leggja aftur inn í eins og þekkt. Ég held að við verið meiri segja inn í VG, ég veit ekki hvort að lifi ennþá, en það var alltaf þannig að fólk borgaði inn í hreyfinguna, það var í Alþýðubandalaginu og þannig hefur það. Og þau ákvað að gera þetta, Trausti og Sanna áfram á þessu kjörtímabili og hann var í einhverju bréfi að vera hvart yfir ég hef ekki þakkað sér fyrir það. Sko málið er það að hann var ekki að gefa mér þessa peninga. Og ég, af því að ég þarf alltaf aðtöku hvort ég sé geðveikur, þannig ég fór í þráðinn þar sem að Sanna tilkynni mér að þetta hafi verið, þau hafi komist að þessu niðurstöðu að alltaf leggja sig hvort 100 áskallinn. Og það sameiginlegur þráður sem ég átti með þeim tveimur. Og ég segi eitthvað glæsilega gert, ég tek á ofan. Og það er þannig sem að maður þakkar þeim sem að gera ykkur með öðrum greiða, sko. En og það getur heldur ekki líka verið þannig að ef þú ert með svona einhverja fyrirferð, þá getur ekki verið þannig í félagsstarfi að fólki í félagsstarfinu haldi að þau sé að gera þetta fyrir þig. Að það séu sko að þú sett að gera rétt ef að Smári þakkaði fyrir. Þá var ég að taka með völd sem að ég á ekki. Það sama sem ég segi við blaðamenn sem eru að vinna hér og þáttastjórnendur. Ekki bíða eftir ég segi þú veist hvernig þátturinn var. Hlustað á það sem hlustendur segja, það sem að viðmælandi segir, það sem að Pétur segir sem er að taka þetta upp. Ekki vera að búa eitthvað til sko fyrir mig. Því þá bæði verður að leiðilegra og það bara, þú veist, ég vil sjá í hreyfingunni og á samstöðunni að fólk blómstri á eigin fórstum. En ég hins vegar reka eftir ef að þú mætir ekki, ef að þú lofar að því að skrifa 3 fréttir og skrifar enga. Ég segi, þú verður að tilkynna þegar þú ert veikur. Ég segi, þú mátt ekki stela myndum, þú veist, þetta er bara alvarlegt. Við erum að keyra þetta áfram á svo litlu fé að þú veist, það er eiginlega unbelievable að þetta sé það sem við höfum gert, höfum tekist að koma því á koppur. En sko, sósíalistaflokkurinn, hann er sko það merkilegur að hann á forseta borgarstjórnar. Á öðru kjörtímabili í Reykjavík er Sanna Magdalena forseti borgarstjórnar. Fjöldi manna sem að segja, sko, af hverju létu þið ekki Sönnu vera borgarstjóra? Létum ekki? Nei, Þorsteinn Jóð var að segja þetta í svona vikuskefni, var að segja af hverju létu þau ekki Sönnu vera borgarstjóra? Því að þá hefðu þau komið miklu meiri svona nýtt og meiri svona til vinsælda fallið, sko. Þannig það, ég bara segja hver staðan er. En eigi að síður, þó að hann sé ekki borgarstjóri, þá hann er forseti borgarstjórnar á sínu öðru kjörtímabili, náði ein kjöri í fyrri kosningunum og bætti við manni í seinni kosningunum. Þannig að sko, við getum ekki miðað árangur svona nýsflokks bara við þingkosningarnar. Í Reykjavík er það alveg frábær árangur. Og Sanna náttúrulega hefur kjörþokka og það allt saman. Við höfum líka mikil áhrif á verkalýðshreyfinguna. Já. Það var þegar Sólveig Anna bauð sig fram fyrst á B-listanum, þá vita allir að það var gert svona innan úr Sósíalistaflokknum, vegna þess að við töldum að vera lykilatriði að endurreisa verkalýðshreyfinguna og hvernig umræðum hana hefur breyst. Að ég tel að það sé einn af því sem að sko Sósíalistaflokkurinn hefur áhrif á, án þess að ég sé að segja að alltaf eigna Sósíalistaflokknum verk Sólveigar Önnu. Því að þannig er þetta að þú veist, Sanna fær eitthvað hlutverk og vex upp í því, Sólveig Anna fær eitthvað hlutverk og vex upp í því, þótt að ræturnar séu sko komin úr hreyfingunni að þá eiga þær þetta allt skilið. En hins vegar er alltaf ykkur upp á mokka sem að vilja fyrir að halda því fram að ég held að ég nýþagna það að ég sé að stýra sko Sólveigu Önnu og ef það er ekki ég þá er það Viðar Þorsteinsson. Og einhver leiti er líka allt þetta tal eins og María Pétursdóttir sem er formaður málefnastjórnar, Sanna sem er formaður kosningastjórnar, Sara Stef Hildar sem er varaformaður framkvæmdastjórnar. Þegar þær hafna þessum ásökunum kalla ólýðræðsleg vinnubrögð og eitthvað glundróða inn í flokknum, að þá það afgreitt eins og þær séu klappstýrur mínar. Og þannig að inn í þetta blandast einhver fádæma sko kvenfyrirlitning sem að við sem er sósíalistar verðum að vera vakandi fyrir. Aldeilis. Og ekki að taka þátt í þessu. Aldeilis. Þannig að þetta er, En ég veit ekkert hvað það enda, mér finnst að sömuleyti er bara skaðinn skeður. Það var ég held að Sósíalistaflokkurinn hafi haft svona ákveðna möguleika á því að verða forystuafl svona á þessum hluta stjórnmálana út af veikleika VG og Pírata sem náðu ekki góðum kosningu síðast.
þrátt fyrir að þeir hafi notað alla peningana í kosningabarátuna, ekki í samstöðuna eða vorstjórnuna. Það einn gagnrýni að við höfum átt að nota alla peningana í kosningabarátuna, að það hefði okkur farnast vel, það dugði ekki fyrir Pírata. Það hefur verið að tala það að við eigum að vera með kjördæmaráð sem að ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því að gamlir flokkar, þá ertu með kannski kjördæmaráðin og svo verður til svona hírakía út úr því, en þetta eru flokkar sem að byggja á áratuga uppbyggingarstarfi sem átti sér rætur í allt öðru samfélagi. Við höfum gert ýmsa tilraunir til þess að ýta undir félagsstarf á Akureyri, á Akranesi, á Ísafirði, á Selfossi, Reykjanesbæ og víðar. Við höfum ekki alveg fundið lausnin á þessu, hvernig þetta á að geta. En ég held að sé óskhyggja að allt í einu spretti upp nógu öflugt og fjölbreytilegt starf sósíalista nema náttúrulega í kringum kannski bæjarstjórnarkosningarnar á Akureyri, en ég held að verði ólíklegra núna. Þannig að það alltaf oft verið að vísa í að við ættum að hafa þetta eins og flokkar, við ættum að hafa þetta eins og alþýðufylkingin, náðu þeir ykkur árangri eða? Við ættum að hafa svona flokkskipulag eins og VG, náðu þeir árangri, ég meina munið eftir hvað deyðandi áhrif foringinn hafði þar. Flokkurinn lifið ekki Katrín Jakobsdóttur af, eigum við að kópera það kerfi. Við eigum að hafa flatan strúktúr þar sem eru linnulausi félagsfundir sem eru hafa völd í öllum málum og geta tekið fyrir hendunar öllum stjórnum ef að gera það eins og Pírata. Hvernig fór þeim? Og það látið eins og okkar kerfi sé bara fyrir einhverja triktúrur eða einhverja vitleysu. Þetta svona til þess að læra af því og lenda ekki sömu mistökum aðrir. En því miður að þá eins og ég að segja, þegar við snérum okkur að hörðustu gagnrýnendunum og vildum hafa þá inn í tjaldinu, þú kannast við hennar frasa, þetta er bandarísku frasi, það er betra að hafa hann inn í tjaldinu að pissa út, heldur en að hafa hann fyrir utan tjald að pissa inn, ég veit ekki hvað þetta kemur. Það enda með því að við erum með inn í tjaldinu og þau pissa inn í tjaldinu. Og hver árangurinn? Það er möguleiki okkar á að verða forystuafl í endurmati þessa hluta, því að það er náttúrulega grafalvarlegt mál að veru, ég held að þetta sé 25.000 kjósendur sem eru heimilislausir í pólitík, grafalvarlegt, og bara pældiði núna að verið að móta öryggisstefnu inn á þingi, það er grafalvarlegt mál að það er engin friðarsinni, það er bara grafalvarlegt mál. Að þá er gripið á það ráð af því að ég á 2 mánuði eftir sem formaður framkvæmdastjórnar að búa til ykkur rosalega úlfuðun í flokknum sem að við þekkjum að þá hrekkur fólk frá og hættan er svo að það situr bara eftir, reiða fólki eftir og hirðir þetta bara. Það er bara hættan. Og ég þarf líka að hugsa sambandi við samstöðuna að því það er alþýðufélagi sem á samstöðuna og margir leggja þar inn og krossa bara við að þeir eru ekki að gefa sig fram til ykkur stórkostlara félagsstarfa. Ég veit það alveg. Þannig að þetta er svona félag. Ég var með S.A.A. á þessum tíma, var formaður þar. Þar eftir kannski með 7-8.000 félagsmenn. Man ekki hvað það var við vorum alltaf að bæta í það. Að þeir mætti ekki aldrei að fundi, En langstæsti hluti félagsmanna er sáttur við, S.A.A. eins og það er. En svo mætti báður til fundar, þá mæta kannski í S.A.A. kannski 120. En þeir taka þá ákvarðanir og það er að gera rönn á svona félög og taka þau yfir og kannski er þetta hugmyndum að þeir sem eru í stjórn Díamat hjá alþýðufylkingunni ætla að taka yfir Sjálfstæðisflokkinn og ég hugsa bara af hverju endur þessi ekki bara alþýðufylkinguna frekar. Þar eru bara allt stjórnað út úr einu sófa, eins og var hann á Grettisgötunni, ég held að það sé upp á Akranesi núna. Og þar eru bara alveg kórrétt afstæða til Stalín og Mao og bara af hverju eru ekki bara þar. Hefurðu farið þangað? Hefurðu farið þangað? Hvert? Á Grettisgötuna? Nei, ég er að vísa í sófan sem að Þorvaldur í alþýðufylkingunni var með. Því það er, þetta er til fyrirbyrði sem heitir sófakommar og þá situr einhvers staðar í sófa og talar þið niður á því að þú vitir alveg allt saman. En þú ert ekkert að gera neitt, Þú veist, starfa alþýðufylkingarinnar hafið eitthvað svona áhrif og ég skil alveg þegar fólk er að segja það var eitthvað fundundaginn og það ræddi ekki sósíalisma fyrir en að Gunnar Smári kom, það er ekki rétt Ég meina Þorvaldur var að ræða sósíalisma og það er svo ósakett kakkt á honum og ég skil að pirrar hann og eitthvað í kringum hann og menn eigi ekki að tala svona því að hann gerði það en svona árangurinn með því að þú veist að reyna að gera sósíalísku baráttu að svona fjöldahreyfingu hann var ekki mikill og sósíalistaflokkurinn bara fylgi í kosningum að það sem er vinstra megin við alþýðubandalagið við fengum 4%, eða 4,1 og svo 4
næsti held ég sé bara með 0,2. Þú veist, það ekki hægt að líka svo saman, sko. Nei. Og áhrifin sem við höfum haft inn í verkfallshreyfinguna, áhrifin sem við höfum haft inn í svona almenna umræðu tungutak. Það er allir að tala um auðvaldi núna, að auðvaldi sé galli. Þegar Sósíalistaflokkurinn var stofnaður var auðvaldi talið vera bara Guðs blessun. Þú veist, þannig að við höfum haft alveg gríðarlega áhrif á umræðina. Og ekki með yfirgangi og stælum, sko. Við höfum bara gert það í spjalli hér. Ég þegar ég var að bóka í þennan þátt þá bauð ég hægri sinni fólki að koma en það er oft komið. Það er oft komið? Oft komið, já. Það er nefnilega það. Og oft komið. Og ég hef líka rætt við Þorvald og ég hef rætt við farið við sögu fylkingarinnar. Ég náði að tala tvisvar við Ragnar Skjálta áður en hann dó. Þannig ég hef verið að reyna að draga inn þessa svona gömlu sögu. Ég hef talað Útvarp Rót sem að meðal annars fylkingi stóð fyrir að stofna til. Ég hef reyna að draga inn einmitt svona... Þú veist hver var ábyrgðarmaður þar? Nei. Þóroddur Bjarnason, prófessor á Akureyri. Já. Hann var ábyrgð, sá sem bara ábyrgðin á rekstri. En ég er að segja að þó að ég sé ekki fylgjandi því að Sósíalistaflokkurinn taki upp svona stefnu og taktík alþýðufylkingarinnar, að þá finnst mér það sjálfsagt að þeir sem eru þar megin í litrófi stjórnmálana hafi aðkomu hér og takið þátt og ég finna það er svona tónnin sem hefur verið meira til dæmis í rauður raunveruleika og það er bara gott og gaman. En ég er ekki sammálað þeim að við eigum að hætta þessari tilraun sem við vorum með Sósíalistaflokkinn og taka upp sko þeirra. Nei. Ég er ekki sammálað því sko. Nei. En ég að þú spurðir svona, þetta beinir svona svolítið að mér og það náttúrulega gerir mig alltaf svona veikar í umræðinni að það byrjaði að reyna að brjóta hnésskiljanum mér þannig að ég get ekki tekið þátt í umræðinni með því að saka mig eitthvað svona persónulega ágalla og eða eitthvað syndir fortíðarinnar eitthvað hlera og ég hef verið svolítið hugsið yfir þessu hvernig ég á að beita mér í þessu. Ég var ekkert búin að hugsa hvernig þetta samtal okkar myndi þróast, það bara þróast eins og það gerði. En ég hef elti líka fyrir mig með samstöðuna því við erum þar að ef að eins og ég skil menn frammi sem var á fundi sem að ég boðaði að þá eru menn á því að taka bara yfir einhverja svona sósíalistastjórn yfir samstöðunni og vera bara mjög ósáttur við vill ekki að neini sé að starfa hér nema að vera virkir sósíalistar sem er orðtak sem að þeir nota svolítið núna. Og hvernig gerist maður virkur sósíalisti? Það er líklega að taka þátt í róða eða eitthvað. Ég spurði ykkur svona þræði, er ég virkur eða hvernig er? Því þetta er hugtak það að þetta er vera ekta og óekta. Þar leðandi þeir sem eru í flokknum og eru bara fullu í sínu vinnu að fara að sækja börn í sínu og eitthvað fleira og bara get ekki gefið sig fullt í flokkstarfið, greiða félagsgjöldin í flokkin og styðjan og tala í sínu umhverfi og fleira, að þeir séu ekki nógu mikli sósíalistar, heldur séu að þeir sem að koma hingað og eru í einhverjum svona stundum sem eru bara partí og pítsu át frammi. Að það séu virkir sósíalistar og þetta er bara, við þekkjum þetta alveg úr sósíalísku hreyfingu og sömuleyti er flokkurinn stofnaður til þess að koma í veg fyrir einhverja svona hugmyndir. Það hefur verið ríkt í sósíalísku hreyfingu að ef ég sæki ekki umboð mitt sko til minna félaga, að það er vilji minna félaga, þá get ég sótt umboð mitt það að ég er réttari sósíalist en þú. Þess vegna sæki ég umboð það að þess vegna mín vilji að ná fram að ganga. Og þetta heyrir maður stundum og einhver leyti var svona kerfið í flokknum byggt upp til þess að koma í veg fyrir þetta. En það eru bara auðvitað í stórum hópi fólk sem hefur áhuga á því að breyta þessu og vill að það séu réttir sósíalistar stýri flokknum. Og eitt, að því ég nefndi könnunina sem er bara viðhorfskönnun sem svipað og fyrirtæki gera, ertu svona almennt sáttur við stefnuna. Ég veldi fyrir mig sko, ef þú myndir gera svona könnun í VG eða Framsóknarflokknum eða ég held að fengi bara, ég held að sko að því að vera að segja að þetta sé svo ólýðrætt og rosaleg erjur innan Sósíalistaflokksins, þessi könnun bendir til þess að það er líklega minna í Sósíalistaflokknum, þetta eru nokkuð öðrum. Gallinn er sá að þeir sem eru óánægðir hafa farið og borið óánægju sín út á torg, haldið í fram að það sem að þeir verða undir í lýðræðislegur í þáttöku í flokknum, að það sé þöggun og yfirráð, ef það er tekna einhverja ákvarðanir þá að ég hafa gert það á baku tjöldin og annað slíkt sem ég bara hafna alveg alfarið. Og ég
ég hef reynt að passa mig á því að vera ekki að tala við fólk á milli funda því ég hef raunverulega trú á því og þess vegna sittum við kannski við rauðaborðið. Ég hef raunverulega trú á því að þegar fólk sest saman af góðum hug að þá talið það sig niður á góða niðurstöðu. Þess vegna það er engin ástæða fyrir mig að hringi í þig að vera fundur niður og verðum að vera. Ég hef bara aldrei tekið þátt í svoleiðis, sko. Eða smala, ég bóði til hennar fundar, ég setti það á veggið minn. Ég var ekkert að hringi í fólk og þú verður að koma og styðja mig. Ég gerði það heldur ekki þegar ég var ritstjóri. Ég hef verið rekið sem ritstjóri. Ég fór ekki til ritstjórnum og sagði þið verið að standa með mér. Ég var rekið frá pressunum sín tíma. Ég hef ekki gert það. Þegar ég var með að sparkað upp og út, ég gerði það ekki. Ég ætla ekki að leggja það á bara venjulegt fólk að fara að taka einhverja afstöðu í lífinu hvort það standa með mér eða ekki. Ég hef aldrei, þess vegna er ég ekki stjórnmálamaður að þeim skilningi. Ég er ekki að safna í kringum einhverja hjörð. Það bara er þannig. En svo er fólki sem að, styður ekki þá sem er að ráðast á mig. Það er sakað að, að vera að, í einhverju hjörð hjá mér. Er þetta ekki alveg gott bara? Jú, ég held að við vonum bara þetta skýrismári og það er náttúrulega ljótt ef að starfi hérna verður fyrir einhverjum skemmtum. Við þurfum að taka sérstaka ákvörðun hvað við ætlum að gera við samstöðuna. Ætlum við að láta bara kylfur á það kasti og ef það verður einhver valdataka inn í Sjálfstæðisflokknum og Sjálfstæðisflokkurinn mun þá einhvern veginn breyta samstöðunni yfir í neista einhvern, þá verðum við að taka ákvörðun því að ég hef hort í þessa myndavél og beðið fólk að gerast áskrifendur til þess að undirbyggja þá umræðu sem hér hefur verið og ég skuldbundið því fólki, þetta eru 1600 manns sem hafa tekið þátt í að byggja upp samstöðuna. Það var ekki að ganga hér inn og leggja peningum hver mánaðamót, ekki þannig að sumir hafa gert það þótt að þeir séu kannski ekkert mikið aflögu færir, sko. Og eigum við þá að bara segja bara breytum þessu bara í næsta. Við erum að hugsa það því að fjölmiðlar eru alltaf lýðræðislegir. Við erum með ábyrgð gagnvart hlustendum okkar, gagnvart viðmælendum okkar og gagnvart áskrifendum og við verðum að taka bara einhverja ákvörðun það eigum við bara að láta það bara yfir þetta fólk ganga að menn sem eru með þær hugmyndir að bara gerbreyta samstöðunni og breytinni í svona málgagn sitt einhvern veginn til þess að geta setið og messað yfir hvernig samfélagi að vera. Við erum að taka ákvörðun þetta bara núna næstu dögum. Já, ekki samt í þessum þætti. Nei. Herðu, en ég þakka þér fyrir komuna. Já, takk. Og ykkur öllum sem hafa verið með okkur í dag. Þetta var fjörug umræði hérna áðan og svo þessi nauðsynlega umræði núna hvað er að gerast innan flokksins. En ég þakka ykkur öllum sem á okkur horfðu og á okkur hlustuðu og það dagskrá byrja hér aftur ný dagskrá klukkan 8 annað kvöld en á meðan er náttúrulega eldri þættir í spilun en sæl að sinni.